Bara mjög gott. En þetta var veistla okkur félagum í dag, eða ekki? Akkurat, Auður Blöndal náttúrulega á leiðinni sko hvað, til Ólafsvíkur. Hann að fara að skemmta þar í kvöld. Heyrist eitthvað í mér, strákar? Já, heyrist það lókið Ég heyri ekkert í ykkur, en ég vona það besta. Skrítið að vera ekki í stúdíónu, sko. Já, Við erum okkur, það er hvítt borð, það er ískaldur gull hérna og... Já, það er alls konar skautar. Það er nóa kropp hérna og... Fólki í kringum okkur sem KitKat. Vestla sér hérna alls konar tölvur og drag. Hoppandi glaður við starfsmaðurinn, Þetta verður eitthvað. Herru, það eru hérna gamlir og góðu liðir. Við förum í slúður, bandari slúður. Við förum í myndir fyrir Cass. Við ætlum að fara í hérna. Herru, ég frétti að hérna, nú er Ötti náttúrulega ekkert með okkur í dag. Þið gerðu ekki eitthvað vont daginn sem hann vildi ekki nota? Jú, við hefum náttúrulega hrikalegt sem Egill, þú platar hann í að ringja og gera barnalegt síma. Já, mér langar að gera barnalegt síma. Neita hann að spila? Það kom svo illa útstrákar að Hann vildi ekki spila, en hann er ekki hér í dag og sjálfsögðu ætla að spila. Já, sko, blöð núna að keyra Ólafsvík eða eitthvað álíka. Já. Við spila það. Hvað ætlar hann að gera? Ætlar hann að snúa við og stoppa okkur það? Hann getur það. Er ekki spáð okkur storm eða? Jú, ég sagði líka að segja líka við The Poop að keyra varlega og ekki vera, veist, eitthvað í símanum og á meðan. Nákvæmlega, en við hittum á blöð áðan og við tókum upp, við fengum alltaf að taka upp með okkur störtlaða staðreyndir, af því að það er nú elsti og virtasti dagskrárliður þáttarins. Þannig að hann er með okkur í dag. Hann er með okkur í einslu, líka í atvinnum náttúrulega. Já, og svo ætlum við jafnvel að taka símtala á hann og heyra hans í honum. Já, þetta verður gaman. Það verður létt yfir okkur strákunum í dag. Það verður veistla í dag. Eftir smástund slúður frá Bandaríkjunum. Hér í dag er það Richard, Man of Richard, eins og hann átt kallaður, og Detective Stonefucker. Það er hárrétt, Egill, hárrétt. Auður Blöndal, fjarverandi, hann er að fara að skemmta á Ólafsvík í kvöld og það var sagt við hann að það tæki næstu í 3 tíma, það er bara 3 klukkutíma að keyra ánga. En pælti í þið, sko, ok, The Poop, já. Ok, blöð, ég er ekki The Poop, blöð, bóka svo gig, síðan lendir hann í því, kortar í setna, stormviðvörun. Já, og fær SMS. Það ert ekkert óhöfnar en það, sko. Já, og fær SMS, nennur please að drullaður að stað, svo náur að koma enga fyrir kvöldið. Er eitthvað leiðilegur en að keyra einn eitthvað út á land, svona ángríns? Það er leiðilegur að bíða í langri biðröð. Er það? Það er leiðilegt að vera frá aftan einhvern sem kann ekki að keyra, þú ert fastur heil lengi. Að þurrka sér eftir sturtu, mjög leiðilegt. Menn eru komnir að ná sér í frían bjór og miðaðurlustundvölin. Menn eru fann að streyma þetta. Menn eru fann að mæta. Frýr bjór í Advania og frýr miðar á hlustundvölin. Og það er föstudagur og þetta er og mun alltaf að segja, fyrstur kemur, fyrstur fær. Ég elska þessa setningu. Þú voru að passa þess að ekki, menn eru að keyra og þú auðvitað þessi frýr bjór eitthvað staðar. Ertu að reyna að búa til umferðarslys? Þetta er bara að stisa þetta. Það er svona að reyna að gera það. Það er ekkert annað en stisa þetta. Herru, við ætlum að henda okkur í slúður. Og Egill, þú ætlar að sjá hann í dag. Ég er með slúður, ég skal sjá slúðrið. Það er svolítið my shit. Ég fekk einu svona sjá slúður þegar ég var að stjórna blöð. Já, þú skeist. Já, ég fekk ekki að sjá það aftur. Rikki var með slagast slúður sem ég heyrt. Til öryggis, þá fór ég allavega og googlaði mína menn og ég er með þá klára. Ertu með flest af þeim? Ég er með 2 móla. Ertu með 2 móla líka? Ég er með 2 móla. Hver eru þínu menn? Ég ætla til dæmis að fjalla Magala Kölkin og dreftu mig ekki maður. Búin að googla. Það eru samt enga fréttir af þeim. Án gríns. Jú, ef þú googla nógu mikið. Hörru, ég er með fyrsta slúðumálun og það er aldrei þessu vant Miley. Ég ætla aðeins að fara yfir nú. Miley? Já, hún og nýja kærastinn hennar, Patrick Schwarzenegger, sem er sonur góðs félaga minns, Arnold Schwarzenegger. Það þekkir hann persónlega? Já, það er bara hann. Jesus. Hörru, þegar að Miley hélt, hún gæti ekki átt betri kærasta. Og þetta er fullkomin kærasta, hann er myndalögur, hann er með genin hans Arnold Schwarzenegger, hann var að opna pizzastað, það er það sem hann var að gera. Og Miley elskar pizzur og þetta heitir Blaze Pizza í Hollywood og hann er að raka inn Cass þarna, Patrick Schwarzenegger. Það er svoleiðis. Þetta er brakandi festlúður. Þetta er brakandi fest. Patrick Schwarzenegger var að opna pizzastað. Já. Hvað þarf að gera í því? Þetta er eitthvað besta slúður sem ég heyrt. En ég er ekki alveg að ná þessu. Akkur eru allir þessi kallar? Hann er að opna pizzastað og hvað varstu slægi að gera daginn? Hann var farin að auglýsa, hvað var hann? Hann var að auglýsa bakari í Bretlandi. Bakari, akkur eru allir þessi kraftakallar farnir að Ok, ég ætla bara að grípa fram með fyrir þér Detective Stonefucker. Hvað er King? King of Cass. Cass is King. Cass is King. Það var nú gaman að bera þetta undir Cass. Ég skal lofa þig því, Stonefucker, Cocksucking Junior. Ef að bakaramestari myndir hingja því í dag núna og segja, hörru, Stoney, þú ert að fara að auglýsa brauð hérna núna og þú fara að fá $1 million fyrir það. Þú myndir hugsa ég segi nanosekundubrót árum að segja já. Það er bara sama slæjarinn.
Það slægir hann ekki Cass alveg svo þú og Richard og Ég maður bara að halda að hann væri búin að koma sér vel fyrir. Ég var til í Hann orðin 70 ára Að segja rétt Alveg sama hvað þú átt mikið Cash Þú ert meira Cash Já Þetta sem ég segir Ég gæti reyndar Þú ert aldrei sáttur Heldur þú að Beckham sé sáttur núna? Hörðu, ég á nóga penningum, ég ætla að hætta að búa til penninga. Var komið nafn á hana pizzastæða? Já Blaze Pizza Blaze Pizza En allavega ég með annar móla Já, hvað að tala þá? Og ég líka alveg sáttur við þann slúðumóla Því að Þetta ég farið Kim Kardashian Já, ég er mikill Kim Kardashian maður Já, veistu það, pappi minn líka Við þurfum að fá hann einhvern tíma Já, pappi minn missir ekki að þætti Hann er hrikalega mikill aðdáandi Hann missir ekki að þætti Nei, það málið er Ég er svolítið pirraður núna Því að sko Kardashian Kim hefur verið svolítið svona Hún hefur verið rassa Hún er bara verið rassinn, skilur Og bara að googla rass Þá kemur við rassin henni Já. Hún er átt þann markað, skilur Hún er bara rakin cash á því Að þú veist, hún er bara rassinn á internetinu, skilur Já Hún er komið með a challenger Það mætti stelpa Sem heitir Jen Selter Sem er bara 21 ás pía Mætt á Instagram, byrja að taka myndir af sér Og er að pakka Kim Kardashian saman sem nýji internetrassinn og ég er persónulega brjálar, ég hata sér Jen Selter. Það er bara svo þess. Hvernig er hann flottar eða? Sko, ég leiftir að hallaði hringa Richard og tjekka það á sér. Hún er að pakka henni saman sko. Hún er að taka Kim Hún er að pakka henni saman. En það máli, núna er líka hún press á Kim. Já. Hún er búin að vera eigana markað, hún er búin að vera því núna alveg í ykkur mánuð, ekki ár. Sér kemur ykkur Jen Selter, negli myndast á Instagram og er þetta 10 miljónir followers og byrjar að pakka henni saman. Þetta þýðir bara Kim, girtu þig. Já. Þetta er lókið. Þetta er ekki gott. Samkeppni er að hafa henni góð. Já. Hvað er þú með Ég stóni? er með 2 virkilega ferska móla. Já, eitthvað sem segir mér þessi ekki ferskir, en já. Já, en þetta er, ég þurfti að googla þetta alveg í drasl. Og þetta er að sjálfsögðu Wesley Snipes og hann er áfram að halda áfram að droppa línum úr sínum kvikmyndum. En hann var núna stattur í LA og á Rauðuljósi þar sem hann og einhver glímukatt sem kallar sig King Shokan. Shokan, nýr í wrestling heiminum. Einhver svona ungur og fersku gæi, risastór tutti. Þeir eru hann á Rauðuljósi og hann er sem sagt á okkur rauðum sportbíl og Wesley er á svörtum sportbíl og þá droppar hann aftur þessari línu Always bet on black og gefur í og þetta hann er búin að vera núna þetta er í annars skipti sem hann gerir þetta á stundum tíma Hann er að vinna svolítið með þetta Hann er að vinna, hann er að reffa í gamlar myndir Þetta er náttúrulega að reffa úr Passenger 57 Hann er svolítið mikið að gera það hjá þér í slúður, eða ekki? Nei, þetta er samt sko, það er hægt að googla þetta Westlin líka koma aftur Já, hann er að koma aftur With a bang Ég veit það Hendur sér í Expendables, hann er búin að rífa sér vel í gang Ég var til að sjá Murder at 1602 Hann glemdi að borga staðgjöldlan sína ykkur 6 ár, fekk skattina þessi baki að þeim sem er búin að girða sér vel eftir það Skellti sér bara til Afríku og var slakur þar Enginn að ná hana þar En svo er það sjálfsögðu Magnús Kölkin í lokin Ég ætla að enda þennan slúðupakka ef ég fæ leyfi fyrir því Þú vonar sér góða fréttir á þeim mestar Nei, það er ekki það góðar En hann var sem sagt á svona nektarstað Eða svona skemmt, sem sagt, ég veit ekki hvað hann kallar þetta Strípistað? Strípistaður? Nei, ekki strippklúbbur? Nei, heldur sem sagt allir sem þú þarft að vera allsbyrðaninni Þetta er svona eins og swingersklub Hann fer á þannig Nei, ángrís og hann var þar inni og náttúrulega alveg á sprellanum og var búinn að drekka mikið og vesen á honum og svo leiðis. Þetta er nú ekki rosalega mikið þetta að segja, hann var basically ofurölvi á svona stað og það var fréttin í rauninni. Hann var hann inni, var allsber á dælurinn þá var það. Já, en eins og ég segi, það bara að hann hafi verið hann inni finnst mér merkilegt. Þetta er Home Alone maðurinn sjálfur. Ég er mikill Home Alone maður, ég horfa á Home Alone Jingle All The Way, Die Hard 1, öll jól Já, og hann fer á swingersklub og er þarna alveg Og var hann bara á limnum allan tíman? Já, alveg drullu sama Þetta var slúður dagsins Herru, hér framundan Það eru, held ég, allur bjórbúinn Allur gullinn er búinn En það eru fleiri miðar á hlustendavelnin Við erum í beinni útsendingu hér frá Advanja og Guðrunartúni Skottistiðinga og náðu ykkur í bjórinn búinn hann er að klárast En það er alltaf ykkur miðar eftir á hlustendavelnin Fyrstur kemur, fyrstur fær Framundan er myndir fyrir cash Advanja og Gullkynna Hlustendavelunin 2015 Í beinni útsendingu og opinni dagskrá á Stöð 2 frá Gamla bíói næstkomandi föstudagskvöld Dúndur tónlistapartí með flottum flytjendum Tilnefndu tónlistarfólk, vinningshöfum og góðum gestum Framkoma Jón Jónsson, CCA og Bubbi og Dimma
Ólafur Arnalds, Amabadama og Úlfur Helgi Björns og Gus Kinnarkvöldsins eru Sveppi og Saga Garðars. Sjáumst á hlustendavelununum 2015 á Stöð 2 klukkan 19:45 á föstudagskvöld. Uppbytun frá 18:45 á Bravo. FM 957, Bylgjan, Exið 977 og tónlist.is. Með þolinmæðina að vopni getur maður orðið bestur í heimi. Egils gull, okkar bjór, Léttöl. Prentkostnaðurinn í ruglinu? Við getum lækkað hann alltaf 30%. Advania og þú ert velkomin. FM 9 langar þig í heimsreisu, fara í sjálfboðastarf í Afríku, kafa í kristaltærum sjó á Tælandi, lærað surfa á Bali eða upplifa menningarundur Indlands. Hafðu þá samband við okkur. Kilroy, við látum drauma rætast. Kilroy.is. Síminn, Carlsberg Léttöl og Icelandair kynna Skrillex á Sónar Reykjavík. Sónar Reykjavík í Hörpu dagana 12., 13. og 14. febrúar. Miðasala í Hörpu og á miði.is. Á Goodison Park spila bæði Everton og Liverpool meira með hjartanu en fótunum. Tippaðu í beinni. Lengjan gerir leikinn skemmtilegri. Dælulykill Atlandsolíu lykillinn að lægra verði. Atlandsolía. Súpa og salatbar 10:11, fljótlegt og þægilegt. Þú ert bara einu sinni 18, en við tvisvar. 18, 18, já, 18, 18. 18, 18, já, er svarið. Salat? Nei. Dirty Burger and Ribs, Miklubraut, beint á móti Kringlunni. Glerið brotið. Viss farsíma viðgerðir Ármúla 7. FM 95 Blö. Alla föstudaga. Let's light it up until our hearts catch fire. Hlusta á FM 95 Blö, hér á FM 957. Það Steindi Junior, Egill Gils Einarsson og Richard Rikki G. útvarstjóri. Því Auður Blöndal fjárverandi í dag og þið vitið hvað það þýðir, strákar. Það engin handbremsa, við megum gera það sem við viljum. Það engin blöð til að skamma okkur. Það engin blöð til að skamma okkur, það bara svoleiðis. Og ég sem dagskrárstjóri, ég ætla ekki að vera með neina bremsa á okkur, strákar mínir. Ég ætla bara að leyfa ykkur að njóta ykkar í loftinu. Þeir eru langt bestu þannig. Ánægðu með þig, Richard. Hvað eru að fara í núna, félagar? Herru, við ætlum að henda okkur í myndir fyrir Cass. Þú ætlar að taka hlutarkjæmsu, þú samtir spurningar. Já, ég gerði það. Það eru að segja hana, Rikki, að bjórin búin og meðan búin og segja fólki ekki að bruninga áfram. Já, það því miður. Gullið og meðan hlustendavelunin eru búin, en við erum hérna áfram í beinni frá Advania hlustendavelunin í kvöld í beinni á Stöð 2. En við erum að fara í myndir fyrir Cass og ég enda mjög ánægður að við séum í beinni frá Advania því þá þarf ég ekki að hlusta á hann trailer hjá þér. Jú, við erum að fara að hlusta á trailer, ég lofaði því annars verðum við ekki í dagskóliðin annars er ég farin. En ég er ekki með tæknina hérna sko. Við erum hér. Nei, það Kingvi uppráð ekki. Það tæknimaður. Yngvi, ertu það? Kingvi. Já, ég er ekki að klikka á þessu trailer sko. Yngvi, fannstu nokkuð trailerin Yngvi? Já, þetta, hvað heldur þú sé? Rikki, það setja sokk upp þig. Spila þetta á, Jésús minn. Ítt á takkan, Yngvi. Hlusti. Would you like to have? Jésús. Vistu það, reyndar Cass ekki með okkur akkur núna. Richard, þú ætlar að taka hans stöðu. Ég ætla að taka. Þú varst búin að hendi spurningar, ég var búin að heyra reyndar að þú hafið einhvern tíma fengið að stýra þessu og það hefur verið. Skeitt. Já, hvað gerist þá? Hann bara ömulega spurningar. Það var meðal hans spurningu. Nei, það var í hvort myndur við frekar. Það var í hvort myndur við já, hann sagði, það var með spurningu. Hvort myndur við frekar vilja upplifa sama daginn aftur átt, Groundhog Day, þú þyrftir að velja mánudag eftir þjóðhátíð eða aðfangadag. Komdu þú segja Steindi? Aðfangadag, þetta klikkað. Þetta átti að vera 2 slæmir valmöguleikar sko. Aðfangadagur bara helviti fínt dagur. En ég veit að, Rikki, þú ert búin að liggja við ykkur spurningum og þetta, þú ert að fara að hræri í okkur. Ég ætla að tæma hugan eins og alltaf. Ég ætla að passa mig að vera ekki of ódýr. Ég veit, ég er svolítið stressað. Ég veit ekki að hverju maður gengur hjá Richard. Nei, og líka, strákar, það verður hlustendur verður líka aðeins að setja sig í okkar spór. Að við erum hérna inn í Advania. Já, við erum í miðri búð. Þegar fólk kemur að versla, þá erum við bara miðri gólfið. Og þegar við erum að ímynda okkur núna og erum að svara þessu spurningum eins og við getum í hreinni samvisku,
þá fólk hérna að hlusta okkur Það er að dæma okkur á staðnum. Það svolítið öðruvísi. Þetta verður erfiðara núna. Ég er með 3 spurningar eins og ég myndur fyrir Cass og svo fyrsta af því að Öddi er auðvitað ekki með okkur inn í dag. Ákvað ég að koma honum aðeins inn í innan lið. Hann er væntanlega að hlusta, hann er að keyra til Ólafsvíkur. Myndið þið sofa hjá Ödda fyrir 100 milljónir? Jesús. Maður heyrði hérna nokkur sem það var fólk í búðinni sem sagði oi, ekki hérna, það var að spyrja okkur hvort við myndum sofa hjá Ödda Blöð og fólk hérna kallinni. Þetta ekki lagið. Fyrir 100 kúlur. 100 kúlur, þetta er ein nótt. Hvað hérna, ein nótt, er þetta ekki bara kort 5-10 mínútur? Já, fyrir eftir hvað finnst hann sexy, hvað var fljótur? Ein nótt? Já, bara þú ég þarf ekki að tyggja þetta dóli, ég myndi sofa hjá hann fyrir 100 kúlur. Mennur þess að Kitty sem vinn með sportasunni, Kristinn Pálsson, Kitty Kanin eins og kallar, hann tekur góða 30 sekundur og hann keyrir sig í gang, sko. En hann samt að sofa hjá manneskjunni, sko. Meðan að Sverrir félagið minni 3-4 klukkutíma. Ég menna þarf maður að fara í einhverja forleiki með honum og svona. Já, bara myndi sofa hjá hann fyrir 100 kúlur. Tekur það má taka hálfa mínútu? Ef þú ert það fljótur að klára. Akkur er þetta spásum mikið í þessu? Ég ætla að segja nei. Auðvitað ætla ég að segja nei. Hvað ert þú að? Ég er bara að fá það hreint hvað Richard á við. Þetta eru 100 kúlur, Steindi, sko. Ef þetta er sólarhings aksjón með blöðarann aftan á með sólarhing, þá er þetta nei. Þetta er aldrei svo lengi. Ég lofaði því strax, sko, þá er þetta nei. En ef þetta er hálf mínúta. Ok, segjum bara 10 mínútur. 10 mínútur? Já, það er ansið gott tímakaup. Gæti ég samið við þig Ég er búin að segja nei. Maður spyrja, akkur er þetta að semja? Akkur segir þú bara ekki nei eins og ég bjóst við þig myndi segja? Ég ekki spyrja þig út í þetta. Þetta er ekki stjórna þessum leik núna. Gæti ég samið við hristing? Gæti hristingu sloppið hann? Nei. Myndur þú taka hristing fyrir 100 milljónir? Myndur þú hrista blöð fyrir 100 milljónir? Hvað ert að segja þetta í beinni útsendingu? Hvað er að þér? Ég er búin að segja nei, við höldum áfram. Ég ætla bara að svara fyrir. Nei. Ég geði 5 mínútur, ekki meira. Það er hendi nei á þetta. Ok, nei. Anskotin hafið þetta. Herru, þá er annað. Þessi er svolítið svona, þessi er skemmtileg. Myndið þið búi í mánuð í tjaldi á Vatnajökli fyrir 50 milljónir? Númer 1, þið eru með fullkomin búna til þess að lifa af. Þetta er við vetratíman, þetta þurft að vera í janúarmáni. Og 2, þið eru alltaf með mat, en þið eru ekki í neinu sambandi um heiminn og þið eru aleinir. Sko, ég get skemmt mér einn. Og ég er... Já, ég geti... Einn í tjaldi, hvað gerur þú? Akkur ferðu beint í þetta? Ég geti bara verið að ég geti skemmt sjálfur mér. Held ég. Ég er ágættur í kulda, ég þoli kuldan ágætlega. Þetta er mánuð. Þeir eru verið klæddir, það ekki? Jú, ég er að segja, þeir eru með fullkomin búna til þess að lifa. Sko, ég mætti, sko, Rikki, þú mætti kúku uppi með á hverjum degi fyrir 50 milljónur á mánuði, sko. Þetta eru 50 milljónur? Einn mánuð? Já, en ekki gleyma því, þeir eru í kolmiða myrkri, þeir eru í allavega veðrum, þeir eru einir í tjaldi, þeir eru ekki með neitt sambandi. Ég var alltaf með það samt free wifi, eða ekki? Nei, þú ert ekki í sambandi við neitt nýjum heiminn. Ég ætla alltaf að hrista Auðun Blöndal fyrir aðeins meiri penning. Ég segi já á þetta, auðvitað, þetta er já. Ég elska góða útiveru, Richard. Ég elska að fara bara upp á fjall. Elska, þannig að Elskar að fara upp á eitthvað fjall? Já, bara og röltum eitthvað fjall í ykkur rugli. Þannig að I'll take it. Já, við höfum aldrei verið jafn sammála. Nei, eitthvað, það er smetleika hjá okkur í dag. Já, við hendum já á þetta báðir, auðvitað. Hára 3. Mætti ég gefa ykkur erotískt nudd fyrir 25 milljónir? Jésús Kristus. Sko, Richard fær ekki að stjórna myndur við Cass aftur. Það er búið í dag. Gay vibe í kringum hann. Hvað meinarum við, hvað er inn í því? Það er bara eins og erotískt nudd virkar. Ég er bara ekki farið í erotískt nudd. Þú uppdataði mig hana klámpikilliðin. Vantalega farið í þetta einhvern tíðan. Ég hef aldrei farið í það. Þetta er bara, það er oft talað um happy ending. Þannig að þú ert að spyrja hvort að við myndum Þú basically spurjar ekki hvort að við myndum leifa þér að hrista okkur. Okay, spurningin er bara, vilt þú liggja á bekk, Stóni, olíuborinn með Rikka G í hvítum slopp að nudda þig, sem snýra þig við, hristir þig. Það er það sem er fyrir 25 milljónur. Þetta er það sem er nákvæmlega sem er að frétta. Þetta er á mikið, sko. Þetta er síðan skipti sem Rikki fara að tjóna myndur yfir í Cass, sko. Það er bara þannig. Akkur er hann að setja sjálfa sig inn í þetta dæmi? Ok, ég ætla að breyta þessu. Breyta þessu? Mínus happy ending. Akkur sagði ekki annað nafn? En olíuborinn. Mínus, bara nudd frá þér og 25 milljónir, já takk. Sign me up. Já, sjálfsögðu. Ekki hittir samt. Nei, ekki hittir ekki. En þú hætti að byggja okkur hvað er að gera? Hvað er að gera þessu myndur yfir Cass í dag? Þetta er skemmtilegt. Ég þarf að þvó að mér svitan inn á bakinu. Herðu, framundan. Við ætlum að fara í... Við vorum sammála í dag, Egill. Við vorum sammála í dag. Þetta voru
Þetta var mjög Þetta var spes? Þetta var spes, já, þetta var rétt orðið. Þetta var spes En næst, framundan, þá ætlum við að spila eitthvað sem Öddi vildi eiginlega ekki láta spila. Já, þetta rekkur, eða svona eitthvað sem við tókum upp með daginn. Öddi vildi ekki spila, hún leið illa og hann skammaði sína eitthvað og vildi ekki spila. En nú getur hann ekki stoppað okkur svona. Sjálfsögðu ekki, þannig að sjálfsögðu spila. Þetta Öddi sé að senda mér SMS núna, spilið þetta ekki. Herru, þetta er smá. Þið að hlusta á FM 95 Blöð á frábærum föstudegi, hlustendavelunin í Gamla Bíó í kvöld og FM 95 Blöð þátturinn í beinni frá Advania. Rikki G, Stonefucker og Gilsarinn. Akkurat. Sko, Auðun Blöndal náttúrulega fjárverandi, hann er á leiðinni til Ólafsvíkur og við vonum að sé í lagi með hann, það er stormur á leiðinni og allt í rugli, en við ætlum að heyri honum betur á eftir, en í síðasta þætti þá tókum við upp félagarnir. Egill reyndar plataði Audda til þess að taka vondaðatið. Í rauninni ekki eins og vondaðatið, hann bara plataði hann í þetta, ég veit ekki eins og hvernig hún náði. Þetta er mjög barnalegt, en ég elska barnalegan húmor sko. Segðu kúka nú, segðu kúka. Já, kúka. Við erum sammálað það. Við erum á nákvæmlega sem blasið með það og Auddi neitaði að spila þetta, það var ekki sens. Hann ætlaði aldrei að hleypa þessi loftið. Ég fann þetta fyrir slisni sko. Hann er ekki í dagstrákar. Og sjálfsögðu við ætlum að íta á play, en ég fæ væntanlega harðort SMS frá Blondale. Blöndal hefur sagt það sjálfur að hann leynir hlustendum engu, þannig að honum ætti nú svo sem að vera sama, en ég veit að þetta mun færi töðunar. Þannig að Kingir þarf bara að íta á play. Heyrum þetta. Þið að hlusta hér á FM 95 Blöð á FM 957. Allir í fílingar ekki? Jó, alveg hrikalum og það er komin sól og sko, mér líður alltaf þannig að það er að febrúar nálgast. Nú erum við að dettin í febr. Helgina. Og þá finnst mér, þá fæ ég nett vor í pungin. Þá finnst mér vorið vera komið. Ég er sammála. Það er þetta í sumar. Það er að koma sumar. Það er svona eiginlega komið sumar. En það er alltaf að komið vor. Ég ætla að vera með einu kvörtun. Ég vil að við förum oftar í eitthvað barnalegt shit í þættinu. Við fórum í það í síðustu viku. Já, Pétur Jóhann var með okkur. Þegar þú varst úti þá fórum við inn í klefa og við vorum að sko tókum vonda hattið. Já, við vorum mjög barnalegir. Já, ok, en ég vil að við séum barnalegir alltaf, þú veistu. Akkur ég aldrei barnalegur, akkur þegar Pétur Jóhann, hann var alltaf hafa svo fíbl og Egil, þetta er ekkit gríðarlega þroskað þáttasögurum með þarna föstudaginn. Nei, ég myndi nú halda það. Ég vil að við höfum hann ennþá barnalegur sko. Nú, hvað? Ég vil hafa bara svona lið, sem ég segi bara blöð, hríndu þetta, segðu þetta og gamli liðun leggja orð í munn. Já, það er ekki svona. Við vorum með á miðvikudögum, þá máttu við velja 3 orð sem þú ert að segja. Já, nema það ekki 3 orð, ég segi bara, þú ert að hringja bara og segja þetta. Svo til dæmis, ef prófa það bara. Mig eða Steinda eða? Bara þig? Það fyrir alveg eftir hvað það er. Nei, þú verður bara að segja já. Sko, þetta er líka, við erum í beinni útsendingu. Við verðum að hringja ykkur þá, þú veist, það verður einhver að svara. Þú verður að segja já. Það er leiðilegt að það kemur bara sotn og eitthvað. Þetta er eitthvað sem við mútum að taka upp í dag, sko. Ég viðurkenni það, en þú hringir á kaffihús. Hverju skipti, það er föstudagur, það eru allir með nett vor í punktnum. Það er alveg að hringdu í kaffi, senda kaffi krús til þeim að Selfossi bara. Ok, ég ætla að vera hreinskilin, ég væri til að sjá þau vera barnalæðin í símanum núna. Það fyrir eftir hvað ég að gera. Sko, þú hringir hérna bara og segir bara, hörru, ég satt hérna hjá þér áðan í hádeginu. Já, og ég verðist að gleymt hérna hjá þér smá dóti, hvort þú hefði sjöngu séð það. Og segir hún, já, hvað er það? Raskatinn á mér. Akkur er hlægið, þetta er ekki fyndið. Ég veit ekki alveg sko. Þetta er mjög barnalegt sko. Já, þetta er bara. En mér finnst það eiginlega svo fyndið pæling að ég fæ að sjá þig gera þetta. Ég er að horfa á þig, hringja þetta símtal. Ég er réttu pent, ég segi do it. Let's go. Þetta er bara vond. Þetta getur ekki orðið fyndið. Án gríns. Nei, akkur það hlægast, þetta er ekki gott. Þetta er bara vond hugmynd frá A til Ö. Þetta er eitthvað alveg skemmtileg hugmynd. En er það ekki, mér finnst það svo fallegt. Glemdi raskatinn á mig. Þetta er svipað á Pétur með hérna, varstu búin að leita upp í raskatinn á mig? Já, þú getur hringt og sagt bara, heyrðu, ég var hérna á hann, ég tók hérna latte og 1 vínabrauð og heyrðu, ég held ég hafi gleymt ykkur hérna hjá þér. Nú, hverju? Ég held ég hafi gleymt raskatinn á mig. Jesus, ég skal bróða þetta mun aldrei Taktu svolítið langan aðdraganda þessu. Þú varst að fá þér latte og vínabrauð og varst að vinna í tölvunni og verður svolítið með hann alveg í smástund sko. Kaffi Krús. Já, góðan daginn. Herðu, ég var hérna hjá okkur í hádeginu í dag. Já. Og ég held ég að gleymt svo litlega hana. Hvað segirðu? Ég held ég að gleymt svo litlega hana hjá okkur. Já, hverju gleymdir það segirðu? Ég gleymdi raskatinn á mér. Shit, hvað er vant. Æ, fuck, ég best afsökun á þessu. Já,
næsta mál. Ok, nei. Þetta gerum við ekki aftur. Bara ekki glæta. Að þú þurfur að beðast afsökunar í símatinu. Hann ennþá á línunni. Þetta bara... Hann hendi eitt, wow. Þetta ömurlegt. Hvað varst það að platað út í? Þegið. Hvað varst það að gera? Þetta er bara ekki aftur. Akkur leistu platað út í? Þegið, aldrei aftur. Hlustendavelunin 2015 verða haldin í Gamla bíó á föstudaginn og þar verður allt flæðandi í gulli. Í tilefni þess gull með skemmtilegan fésbókaleik þar sem þú getur unnið 2 miða á þessar heljarinnar tónlistarveislu. Það eina sem þú þarft að gera að verða vinur gulls á fésbókinni, posta þar YouTube-link með uppáhalds íslenska laginu þínu sem kom út á síðasta ári og þú getur verið á leiðin á hlustendavelunin í boði gull. Ég veit þú kemur í kvöld til mín. Ef Herjólfur leyfir. Eða hvað? Fyrir 320 kall og með smá heppni getur þú hafið framkvæmdir við þín eigin göng til Eyja. Botturinn í Eurojackpot stefnir í 5 milljarða. Eurojackpot, föstu dagur til fjár. Ertu búin að smakka unaðslega pistasi-shakein okkar? Dirty Burger and Ribs, Miklubraut, beint á móti Kringlunni. Venjulega ekkert vinalegt við vinalega borgarslægin. Tölfræðin býður upp á gult og rautt, skriðtæklingar vinstri hægri og baráttu til síðasta blóðdropa. Tippað á Everton Liverpool. Lengjan gerir leikinn skemmtilegri. Universal kynnir stórmyndana Seventh Son. You are the seventh son of the seventh son. Frábær ævintýramynd með stórleikarunum Jeff Bridges og Julianne Moore. The world of man shall fall. Spenna, hasar og ótrúlegar teknibreyt í frábæri ævintýramynd sem slegið hefur í gegn erlendis. Show me what you are! Seventh Son. Sýnd í Laugarásbíói, Smárabíói, Háskólabíói og Borgarbíói Akureyri. Dagskrá Sónar Reykjavík má nálgast með Sónar Festival app í Símans. Síminn, Carlsberg Léttöl og Icelandair. Það risapottur upp á 210 milljónir fyrir 13 rétta helgina. Spáðu í það hvað gæti gerst. 1x2 við tippum. 50% afsláttur í púl til klukkan 8. Biljardbarinn Faxafinni. Verði þér að góðu. Dirty Burger and Ribs, Miklubraut, beint á móti Kringlunni. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. Elsku vinnur, þú ert að hlusta á FM 95 Blö hér á FM 957. Við erum reyndar ekki upp í stúdíu eins og vanalega, heldur erum við að senda út í beinni útsendingu frá Advania hér í Borgatúninu. Tengstu hlustendavelun? Já, vorum að dæla út miðum, það er búið að vera stanslaus gestagangur hér, vorum að gefa Egils gull og miða á hlustendavelun í kvöld og það er allt búið, gúmmilaðið er búið. Já, en gúmmilaðið er ekki búið í okkur. Nei, að sjálfsögðu, það er rétt að byrja og hlustendur að sjálfsögðu samt velkomnir hingað til að gefa okkur einn high five og fá sopa að bjórnum okkar. Það er bara hannig. Akkurat. Ég vil til að fá sopa að bjórnum þínum Egil. Gjörðu svo vel. Já, takk. Gjörðu svo vel, Richard. Erum við ekki að fara í Nú, já, við ætlum að henda okkur í sturlaðar staðreyndir og það var það var krafa frá Ödda sem er í fríi í dag að hann mætti sérstaklega og hóaði okkur félagana til þess að koma inn í stúdíó klukkutíma fyrir þátt svo hann geti tekið metnaðarblöður svo hann geti tekið virtasta dagskrálið FM 95 Blöð frá upphafi að hans mati og hefur ekki bara að vinda okkur í sturlaðar staðreyndir. Eru þið klárið þess að? Push the button. FM 95 Blöð með ykkur hér á föstudegi. Já, herðu, þið heyrir rétt núna. Allt í einu er Ötti Blöð komin inn í þáttinn. Já, velkomin Ötti, velkomin. Þakka þér. En þetta er ekki beinn útsendingu, þetta tóku upp fyrr í dag. Já, við verðum að viðurkenna það. Áður en að ég laðast það. Ég meina viðurkenna það. Rikki er búin að vera með ykkur í allan dag væntanlega. Já. Þannig að fólk fattar alveg að ég er ekki hérna. Þó ég sé þetta núna. Nei, en rosalega gaman að fá þig allt í einu svona óvæntir. Alveg hrikalega gaman. Þetta er svona, þú veist, þetta er tæknin, strákar. Þetta er útvarpstæknin. Já, ég gat mætt þetta, ég var með við getum bara sagt það núna, klukkan er 20 mínútur í 3, þetta er réttur í þátt, ég er rétt áður en ég legg að stað. En núna er þú að keyra, vonandi ennþá á lífi. Já, ekki segja svona. Nei, þú voru að keyra. Það er stormur og þess vegna þarf ég að leggja að stað svona snemma, þetta vissi ég á þættinu. Ekki vera á Tinder eða eitthvað rugli eða Facebook. Ég er ekki á Tinder. Ekki vera að senda dick pic undir stýri. Nei, ok.
bara því að svo vont veður, þess vegna við að sleppa því. En ímyndaði það auðviti. Ef það væri gott veður, þá var það allt í lagi. En sko, ef þú ert að lífi akkurat núna, þá ertu sennilega núna bara í bílum að hlusta á sjálfa. Það er svolítið furðulegt. Það er svolítið magna. Núna er ég vonandi bara að keyra, ekki á Tinder. Með skítkalda að keyra. Nei, ég er ekki með hvað. Og voðalugin gýrir því, er þið svona góðu skapi að því ég er ekki með í dag eða? Ég hef bara aldrei séð eitthvað að blaða. Svona vantar handbremsuna, við fáum að komast upp með ímislegt þetta tveir. Ég sé það bara okkur, þeir voru að ræða, djöður er gamla í dag, engin handbrems á okkur, klárum bara þess að sturla staðrindi svo er fíblið farið. En já, það er náttúrulega virtasti dagskrárliður FM95 blöð og ég get ekki látið heilan föstudag líða án þess að sturla staðrindi sér. Nákvæmlega, og það er ástæðan fyrir því að við erum mættir hérna. Klukkan er mitt, já, hvað er hún? 23 og við ætlum að henda okkur í sturlaða staðrindi. En hvað ætli klukkan sé núna hjá fólkinn sem er að hlusta? Ætlum séum 4:30 eða? Hvenær haldið að Rikki setið í gang? Það kemur bara í ljós. Okkur í bílnum að þér. En hérna, já, sturlaðastarinn, það eru 10 eins og alltaf, verðið tilbúinir, drengir og... Eru það sturlaðar? Og hlustendur, já, það eru nokkrar áhugaverðar. Okay. Ég segi kannski ekki beint sturlaðar, en það eru áhugaverðar. Hér kemur fyrsta. Russell Crowe, sá mikli mestari, minn maður, toppmaður, hann hafnaði að leika Wolverine. Það er sturlu starrend. Ég er ánægð með það. Hugh Jackman leysir það rosalega. Hugh Jackman væri ekki sá sem hann er í dag, hefði Russell Crowe tekið þessu hlutverki. Nei, en þú ert ekkert að fara úr Gladiator yfir í einhvern Wolfman, sko. Já, hann er svalur Wolverine. Ég held að Russell Crowe alveg gert þetta vel, sko. En Hugh Jackman er mjög þykkur yfir axlir, kassa, þríhöða, mjög þykkur. Og bodybuilder, eins og við félagarnir. Þannig að hérna er allavega Russell Crowe hætti við að leika Wolverine. Það er bara síðast orðið í þessu. Næsta, Johnny Depp. Þetta fannst mér mjög steikt því að ég er a huge Johnny Depp fan og hann er svalur þó svo að Mordecai afsakið þetta smára bíó, horfiður. En Johnny Depp, hann safnar Barbie-dúkum. Ok, það er skrítið. Er það ekki eitthvað weird? Safnar Barbie-dúkum? Hvað gerir hann við þér? Hann bara safnaði þeim. Þetta er eins og þegar þú safnaði körfuboltaminu, hvað varst að gera við þér? En er hann að býta og sínu vinum og okkar? Ég var reynda allræmdu fyrir það á Söðakröki að vera rölt upp í hverfi og svindla okkur krökkum á körfuboltaminu. Já. Sko þegar Pox-tímapili var, þá tók ég sko Pox? Hvað ertu? Hvaða árið þú fættir þig? Þú varst að poxa? Þegar ég var að poxa í gamla dag, þá tók ég bara poison-bræði. Það bara svona þú þóttist alltaf að gera og svo tókstu bara svona í kringu bunkan 1, 2, 3, 4, 5 poison tókst bunkan. Ég hef séð krakka fara að gráta sko. Ég hef grætt nokkra krakka í guttinu, ég veit ekki það. En allavega Johnny Depp, ég veit ekki hvort það sé að býta. Misti þið að Pox-tímabilinu? Já, orður og gamli strákan. Ég ætla að það eru færtuðir sko. Það muna 5 árum á okkur sko. Menn að þú varst að poxa, þá voru við að byrja kissa stelpur. En þið náðu Dickies buksa tímabilinu og stáltann. Ég náði Buffalo skonum. Ég Buffaloði mig vel upp alltaf. Ég náði stáltann en ég náði ekki að vera í svona með buksunar á hælun. Ég Buffaloði mig sko að vera alla peningin. Það kemur engum orð og þú hefur verið í Buffalo sko. Það bara kemur ekkert orð og verið í þeim núna. Ég, Gústi Hollywood, Pétur Hannesson og Kristinn Pálsson, við vorum teimi, allir Buffaloðir, allir í svona rauðum silkiskirtum á Nellis. Það er sem við vorum að gera. Á Nellis, 2 fyrir 1. Það hef ekki verið landir í klessu helgi, það er ótrúlega. Ég er alltaf að fatta meira og meira núna okkur maður var ekki á Nellis. Næsta staðrind. Meðalmaður dreymir 1460 drauma á ári, hvorki meira en minna. Og það gera 4 á nóttu. Já. Dreymir eitthvað mikið, drengir? Sennilega, en ég man aldrei þetta í. Manst aldrei þetta? Nei. Ég man rosalega vel eftir draumum ef ég sopna á daginn. Já. Þá vakna það er að leiðilegast sem ég gerir að fara að sofa. Ég reyni alltaf að tefja það eins lengi og ég get. Þegar ég sopna, ég loka augunum, ég sopna og svo bara vakna ég. Mér líður alltaf eins og ég hef lagt mig í 2 mínútur. Það er önnur staðrind þetta eftir sem að tengist akkurat svefni og ekki bara finna þetta. Hvað er það áttur? Ég er með kæfisvefn og allt þetta rugl sko. Já, hérna er það, hún átti nú að koma sem 8. Ég ætla bara að fara beint í hana því við erum að ræða þetta. Það er ekki hægt að hrjóta og dreyma á sama tíma. Og ég held að það sjálfst að vera þinn dreymir ekki steindi. Því að það er eins og að vera með vörubíl við hliðina á sér. Já, ég veit. Þetta er hrikalegt. Ég hef eftir að upplifa það, gista við hliðina og heyra það. Já, bara svo að fólk miskil ekki, við erum ekkert eitthvað svo saman félagarnir, við vorum bara saman í evrópska draumnum og menn þurft að skiptast á að vera með steindi í herbyggi. Þetta er viðbjóður. Þetta er ógeðslegt. Ég get ekki lagt mig í flugvél eða í rútum og svona á. En konar, hvað segir hún? Hún er alltaf með eyrnatappa. Já, hún á það til að setja eyrnatappa í gang. Þú þarf bara að fara að láta laga þetta steindi, því að það er ekki hægt að vera við hliðina. Nei, ég er alveg saman. Það er ekki bara skól úr þeirra.
Það þarf að taka sennilega nefnkirtla og hálskirtla og allt Þú þarf bara að fara í þetta? Já. Þetta er í fyrsta sinn, við vorum með nefnverkadröðum, það var náttúrulega Hugi og Lulli með okkur og við þurftum að skiptast á allt að vera með herbyggja því að sá sem var með steindi herbyggja og nú er ekkert íkja að ljúga, hann gæti ekki sofið. Nei. Af því að hann bara Það er ógeðslegt. Lulli káaði á mig samt einu nóttina. Já, þú þekkir Lulla. Ég blöður enda hérna Æ, byrjaði ekki á sömu sögunni í 1100. skipti hérna. Ég var að labba í svefni á titlingnum. Nei, ég var ekki á tippinu. Jú, þú sefur allsberg. Þú verður að byrja að sofa sko, sérstaklega að sofa við hliðin á vinninum. Þá verður að henda þér í stöðbuxuna. Nei, það var á titlingnum. Og ég svaf þarna, ég vaknaði við það. Blöðari stendur yfir mér. Killandi á þig baki. Á limnum, stendur yfir mér. Ég er svona hrekk í kút. Segir, hvað er þetta að gera? Þá öskrar hann að mig, hvað er ég að gera? Hvað er þú að gera? Og þú veit, ég lá hann bara fyrir hann mig. Það er ekki svo þú ætlaðir að dýra punktnum. Hann gerði eitt sem hann má ekki gera þegar maður er að labba í svefni. Hann vakti mig. Þá náttúrulega fer maður í panik. Þú ert að labba í svefni? Hefur þetta gerst oft? Já, ég er að vakna bak við sófan heim og eitthvað sko. Ég þakka Guði þegar ég vakna sko. Sverri Bergman labbaði eins og þá var ég að fela mig bak við sófa sko. Allsber? Nei, ég er ekkert alltaf allsber. Ég er oftast í stöðbuxum. Hefur eitthvað verið út í garði og vaknaði í svona rugli úti og svona? Ég vaknaði upp á fjalli á Sauðárkróki þegar ég var 14 og mættur í úlingaunina á klukkan 2:30 á nóttina. Kviknakin? Nei, ekki nakin, í fötuna. Næsta, þessi hérna þessi steikt og ég veit ekki, þetta er allavega satt, ég er búin að tjekka á þessu. Það var 63 ára gamall maður frá Flórida sem kærði höfrung fyrir kynferðislega áreitni og sagðist að hafa verið gabbaður út í kynlíf með höfrung. Þetta er það mesta Gabbaði höfrungurinn hann? Já, hann kærði höfrungin fyrir kynferðislega áreitni. Ég veit ekki alveg hverju hann ætlaði að ná úr höfrungum. Er hann með einhvern bankareikning hérna á Cayman Islands eða? Ég veit ekki. Það fór ríkur höfrungur, svo höfrungurinn í Ace Ventura sem var lökkudýrið á frægur höfrungur. Já, sem hann dröfla penningum sko. Já, svo líka hann segist, hann viðurkenna, hann hafi stund að kynna, hann segir að höfrungurinn hann gabba sig út í kynlíf. En þetta er stundu bara betra að láta kjörtleikja. Jó, eru þeir í einhverju vaðurlög bara og hann er bara, hvað er að gerast þetta? Ég bara vill ekki hugsa út í þetta. Hann var gómaður sem sagt með höfrungnum í ykkur rugli. Já, þetta sé ekki þannig. Já, hann hendur hún öruglega af sig svona, hvað er þetta að gera? Hvað er þetta að gera þetta? Eins og þetta sé alltaf höfrungnum að kenna. Því líka pervert maður. Jæja, næsta, þú verður fyrr gráhærður eða reykir til að ekki með aðstendi. Já, takk fyrir það. Þú ert allavega með grátt hár. Það er svona sexy look að vera gráhærður. Já, það er ekkert að því, jú. Ég er spáðið bæti í bara, taka 2 pakka á dag. Henda við strax svona, ég fór grátt í vangana maður. Hugi byrjar að grána vel. Pálmeri og þessi meistarar, þeir Já. Það er eitt leðilegt við að vera sköllóttur að ég fæ aldrei þetta gráa þykka hár. Nei, þú safnar í liðunum. Já, það er töff að vera með eitthvað grátt. Jó, getur verið svona svo Krusty í Simpson á hliðunum maður. Jippi kóla maður. Næsta, það var karlmaður kærður, ég ætla að taka þess að fólk lýgur 5 sinnum á dag. Sturlu starrend. Ég fór að hugsa, ég er ekki búin að ljúga 5 sinnum í dag, staðfest. Það er lígi, þetta er lígi. Þú ert búin að ljúga. Nú ert að ljúga. Út af því að það spurði einhver á hann, blöð, hérna, getur þú hitt með hann? Nei, það er mér að skeppa aðeins á fund. Ég var ekki að ljúga nefnum það. Það er svona tæni lígi. Nei, þú varst að ljúga þetta. Sem eyðir ekki neitt, skilur þú? Nei, ég er ekki, það er búið að vera geðveikt að gera í allan dag því ég er að fara hérna út á landa að skemmta. Þannig að ég hef ekki verið að ljúga neinu þegar ég hef ekki komist hingað eða þangað. En jú, ok, kannski með eina lígi þetta. Já, hvað er maður? Nei, það skiptir ekki máli. Nei, þetta er bara svona hvítli eins og þetta er svipað og bara ég kennst ekki að fara á fund. En ég er ekki múin að ljúga 5 sinnum. Nei, þetta er ekki alvarleg lígi. Nei, ég var hringt í mig frá talent og spurt hvort ég var búin að tala við, ég á að hjálpa að græja upp á satri í þættinum. Ég ætla bara að viðurkenna hún og ég laug á hann, ég sagði ég reyndi að hringja, hann svaraði ekki, þá var ég ekki búin að hringja. Það er ein lígi. Þú 4 eftir í dag. En ég raunin bara 3 ár, hann laugði á þann, hann hafi ekkert verið búin að ljúga neitt. Lígum að svona með. Eru þið búin að ljúga 5 sinnum í dag? Ég er örgulega búin að ljúga 10 sinnum í dag. Ég er hraðlíðin sko. En ég klukkan... Já, þú sagði nefnir til dæmis konunni í morgun, þú var að vera að klippa til 6 nótt. Já. En þú sér það samt sko, að dagurinn sko, klukkan er bara 3. Já, núna. Það er hellingur eftir. Og maður þarf að spara þessa legar. Já, ég er náttúrulega kannski já, þú meinar. Það var fínt að eiga inni svona með 8 litur. Er ég að fara að ljúga á þessari skemmtun eitthvað í kvöld? Alveg pottitt. Kannski. Herðu, þá er það næsta og hún er hér. Já, það er ekki hægt að hljóta 3 á saman tíma, við vorum búin með hana. 95% fólks hefur lokað ískapninu sínum það hægt að það sjáu ljósi slokna. Og ég tók þetta með það því að ég þekki þetta, ég hef gert þetta. Ég hef lokað það hægt, ég sjá hún svona, þú veist, ég á rúlingur. Já, byrju þetta sturla. Ég hef oft séð þetta. Já, en mér finnst það bara skemmtilegt. Já, ég prófaði þetta líka. Hafið ekki allir prófað? Þegar maður hefur ekkert að gera á rúlingur, heima með allt niður því, það drepa tíman einhvern veginn. Leikur í svona. Ertu ennþá í þessu í dag?
Nei, ekki í dag sko. Ertu opnandi og lokandi ískap? Ég er ekki tíminn í dag Það er ekki tíminn að rugla í dag sko. Nei, nóg að gera Já, þetta ekki hægt Nei, herru, svo er næsta þess að var ekkert spes í viðkynna Það eru 3 eftir Það eru 3 manneskjur sem hafa mætt á alla 49 Super Bowl leikina Hvorki meira en að minna Bara 3? Já, bara 3, þetta er 49 leikir Já, það er enda rétt Og hvað hérna Já, það er magnað Það er mjög góð árangur Svo er það næst síðasta Já, þetta hérna fannst mér magnað Kameldýr geta drukkið 200 lítra af vatni á 3 mínútum 200 lítra? Já Geta drukkið Þetta er bara svona mögn Þetta er bara störtlust Núðarnir hann eru bara basically 2 tunnur sem fylla af vatni Ég veit það En 200 lítrar á 3 mínútum, það er vel gert Þannig geti leginn í dag What are you, a camel? Já, nákvæmlega, þaðan kemur það Take you þessari störtlu staðarinn Af því hann drekk svo mikið Hvað gætu þið drukkið mikið á 2 mínútum? 2 mínútum, 2 lítra kannski, ég veit ekki, 3 Við getum strax bara að hugsa um þetta sem bjóra Að þamba 2 lítra er alveg bjór Þú getur alveg þamba 3 bjóra á 2 mínútum Ég segi þetta er áskorun að blöða Í kvöld tekur hann 2 lítra vatni og þambar og setur F9 blöðsnappið Þetta er challenge Challenge accepted Ég er að fara að keira hvað ég var að drekka vatn og leiðilegni í bílnum Komin heim og fyllur þambar þetta Síðasta stund að starinn dagsins Ákvæmst þetta þess að síðasta því að hún er ekkit ósvipi og með höfrungin En það var kallmaður kærður fyrir að stunda kynlíf með hraðbanka Menn eru í höfrungum og hraðböngum Hvað gerir hann þar? Ég veit ekki Það er bara svona kortareifa eða ekki? Já, þetta er ekki bara að hrista sig Nei, ég veit ekki, við þurfum ekki að fara eitthvað námar út Hann hefur staðið alveg upp þegar hann Af 2 slæmundrengir, hvort tækir þér hraðbankan eða höfrungin? Já, ég hugsa að ég myndi nutta mér fyrir hraðbanka allan daginn Já, því að það er hittir dýran í þið Já, ég er maður góðu dýrin Já, bara vesen að vera eitthvað fíkt ykkur með höfrungi Þetta er bara rugg sko, þetta er ekki hægt Þannig förum við alltaf þessa slóðir Það er alltaf ein og ein svona Alltaf ein og ein svona, en þetta voru sturla staðarind er virkilega gaman að vera þetta með ykkur drengir Algjörlega Og synd að maður sé ekki með ykkur í dag En þeir eru náttúrulega beinni útsendingu núna frá Advania Akkurat, og þú keirir bara varlega í storminum Ég keiri varlega og já, þið ætlum nú að heyri í mér seinni í þættunum Og ég ætla að reyna að vera í beinni útsendingu með kortmyndur frekar Þannig ég heyri nú í ykkur í beinni á eftir líka Absolutely Vonandi eru að standa sig vel þessi drengir Og já, gaman að heyri í ykkur, kæru hlustendur Ég verði hérna aftur næsta föstudag FM 957, Flugfélag Íslands og Netgyro kynna skíðaferð á Akureyri helgina 28. febrúar til 1. mars. Við ætlum að fljúga norður laugardagsmorguninn og tilbaka aftur á sunnudeginum. Sem sagt, 2 heilir dagar í Hlíðarfjalli. Innifalið er flug norður, gisting á Netgyro, betri leið til að borga. OMG, matseðlinn á grillhúsinu, maginn á mér ýlbrar, #himnaríki, #valkvíði, #geggjað. Grillhúsið, ómótstæðilegur unaður. Nóa Lakrís, Bóli og Doritos kynna Gabriel Iglesias í Hörpu 27. maí. Einn vinsalasti grínisti heims á Íslandi. Miðasala hefst á 50. Hell yeah, that's what I'm saying. If you need to pee, you stall number 1. If you need to take your nasty talk. Sena. Doritos. Fyrir þá djörfu. Nói Sirius kynnir epíska bragð upplifun. Lakrís, lunga mjúkur Nóa Lakrís. Hjúpaður Sirius raumasúkkulaði sem hreinlega bráðnar upp í þér. Nóa Lakrís, rétta bragðið. Alvöru burger og alvöru shake. Dirty Burger and Ribs. Miklubraut, beint á móti Kringlunni. Universal kynir stórmyndana Seventh Son. You are the seventh son of the seventh son. Frábær ævintýramynd með stórleikarunum Jeff Bridges og Julianne Moore. The world of man shall fall. Spenna, hasar og ótrúlegar teknibreyt í frábæri ævintýramynd sem slegið hefur í gegn erlendis. Show me what you are. Seventh Son. Sýnt í Laugardalsbíói, Smárabíói, Háskólabíói og Borgarbíói Akureyri. Takmarkamagn miða er eftir á Sónar Reykjavík. Síminn, Karlsberg Léttul og Icelandair. Komdu inn úr kuldanum og fáðu þér pítsu á Laugavegi. Eldsmiðjan. 2 harðir og 1 lunga mjúkur. FM 95 Blö. Alla föstudaga 4 til 6.
Það held ég FM 95 blöð í beinni útsendingu frá Advanja, Rikki G, Egill Gils Einarsson og Steinþór Róar Steinþórsson í góðum gýr klukkan orðin 5 og nokkrum mínútum betur. Engin veit blöð, við heyrðum í honum rétt á hann í störtlegum staðrendum og stráka, þið eru svona eins og 5 ára krakkar að býða eftir jólanum að því að Öddi er ekki að því að þið einhvern veginn allir bara taka stjórnin og verið að fara í alls konar liði sem bara Öddi er búin að banna og það er búið að vera eitthvað púkaglotta á okkur núna. Við höfum mjög gaman að þessu, sko. Hvað er það að fara að gera núna? Sko Málið er, Richard, Blondell bannar alltaf mér og Stoney að fara í dagskóliði. Við erum basically eins og börninas. Hann er eins og foreldri okkur, hann skammar okkur. Hann segir nei þegar við komum upp á stungur og svona einhvern veginn. Hann er ekki hérna núna og ég elska þegar að Stoney fer í Starbucks Stoney. Ég elska það. Ég ætla náttúrulega að taka það fram. Ég er á móti þessu. Ég vill helst ekki vera að þessu, en það er rosalega erfitt að rífast við Egil þegar hann er komin í gýr. Það er ekki hægt. Þetta er, skal við ykkurna, þetta er eitt af versta sem maður hefur heyrt. Þú ert ekki góður í þessu. Nei, ég veit ekki það. Ég er bara hræðilegur ég er hræðilegur í Hvernig náður í konuna hérna annars? Ég veit það ekki. Það var heppni. Algjör heppni. Ég kann ekki tala við konur. Það er bara svoleiðis. En maður komið upp á stókusand. Ég var að fá þessa hugmynd right now. Í staðan fyrir að hringja til New York, eins og við gerum alltaf. En að bara láta þið vera á heimavelli. Hringja bara einhver kaffhús hérna á höfuðborgarsvæðinu. Og þú tala íslensku? Þú veist, það er náttúrulega, það er tölvöld þægilega. Það verður að, þú veist, það er bara Já, þú ert að færa það, ég er bara ákveð þetta. Málið er, ég ætla að segja nákvæmlega hvað þú var að gera og þú ert að fara að fá date, það er bara þannig. En áður en ég segi hvað þú gera, ég fór trailerinn. Trailer með þessu líka? Trailerinn í gang. Hvernig var, og ég veit að Yngvi Eysteins er upp í stúdíu, hann er hann veit hvað trailerinn er. Yngvi, push the goddamn button right fucking now. Þá er komin Starbucks Stoney, kóngurinn í síma viðrennslum. Yes, hello. Hello? Who is this? Það er enginn sem heitla dömunar eins og Starbucks Stoney. I liked your shoes, but I didn't like your hair. But I loved your smile. Hann er chubby en með mest sexy símarödd sem þú hefur heyrt. Oh my god, girls. Is it Starbucks? Hérna, frábær trailer, þú vart að tala dömuna. Það var allt gaurar sem varst að tala við hérna í trailernum. Ég veit að, maður verður, sko, það er reglan í þessu. Ég þurfti alltaf, ég mátti aldrei segja bara, heyrðu strákar skella og hringjum einhvern annan. Ég þurfti alltaf að taka bara einhver sem svarar. Að vinna kallmenn á kaffihúsum líka. Hvert að fara að hringja núna? Ég spara að hringja bara í eitthvað kaffihús. En ef gaur svarar, þá þarftu að tala Já, en málið er, ég ætla að skóla þig til núna, listen up. Ok, sko, ég ætla bara að segja það, þetta er í alveg það óþægilegasta sem ég geri. Ég veit það, en málið, ég ætla að skóla þig til. Málið, veist af hverju finnst óþægilegt? Þú veist ekki hvað það að gera. Hvað á ég að gera? Listen up. Út fasteignasali. Kemur aftur með einhver ömuleg ráð. Þetta hefur aldrei virkað. Aldrei. Hingað til hefur þetta aldrei virkað. Út fasteignasali. Dælir í því kókain. Út á kókain alla sólarhringin. Eins og það sé að fara að gefa mér eitthvað date. Já, þá áttu ákveðin og svona vel kokki. Að vera fasteignasali á kókain. Þú varst að kaupa jakkaföt í gær á 280.000 eða morgun hjá Sævari Karli. Það er sem varst að gera. Jesús, almáttugur. Þú ert á 50 milljónir króna BMF. Þú ert með kort í Laugarspa. Þetta eru punktar sem þú ert að vinna með. Þú ert líka með gúmmi í veskinu. Þú ert með Billy Boy, glænýjan Billy Boy smokk í veskinu. Akkur er ekki bara með Durex? Þú ert bara með Billy Boy. Þú ert með smokk í veskinu. Ertu ég alveg að segja mig það að ég geti hringt bara einhvert og þóst vera einhver fasteignasali? Ekki taka fram á þessu kókaini, þú ert bara að haga það þannig. Ég er í bullandi neyslu og einhverju rándinu jakkafutum og ég er bara að fá date allt í ókunnum maður að hringja. Og segðu líka, verð svolítið ákveðið, segðu bara þetta er sem er að fara að gerast hérna. Þetta er sem er að gerast. Ég er að mæta spólandi fyrir utan það og það er að koma út tillar í leðrið. Við erum fann heim. Klárum þetta. Ok, sko, eru þið með Yngvi, getur þú þetta eru púntar svo getur ekki skitið á þenni. Yngvi, nennir að hringja okkar kaffihús fyrir mig. Og líka taktu það fram og þú rýfur Billy Boyni og allt er klart. Ok, hringjum. Teo kaffi Laugavegi. Já, hver er það með leiði? Margrét. Já, sælmaka, Tristan hérna, fasteignasali. Kom hann í morgun og fekk mér latte hjá þér. Nú? Já, ég held að þú hafi nú afgreitt mig að ég var allavega, varst þarna á... Ok. Já, en maður skreppaði út, maður var að selja eigna þetta núna upp í Vogum upp á 40 milljónir, maður nú fagnaði þessu. Fór og geti mér bara jakkafutti og Sævari Karli. En heyrðu, Magga, þetta er að fara að gerast. Ég er að fara að koma núna spólandi fyrir utan á nýja BMW bílum mínum.
og pikka þig. Og það sem þú þarft að gera að henda þig sundunni og koma og setjast beint í leðrið. Taka sénsinn. Þetta kaffitás Tristan hérna megin. Þetta Tristan hérna megin. Ég kem spólandi á nýja bílnum mínum. BMW, kostaði 15 kúlur. Og svona 8:30 í kvöld þá ég að rífa umbúðunar af Billy Boy. Það að fara að gerast. Ertu til, Magga? Nei. Ha? Svo sannarlega ekki. Þetta Tristan, hérna megin, sem var í morgun hérna og hann latið bolla. Við áttum eitthvað moment eða ekki? Ég held að þetta rugglast. Nei, alls ekki. Jú. En ég að segja þér að ég veit nákvæmlega hvert ég að fara að ringja. Og þetta að fara að gerast, Magga. Þú klifrar í leðrinu og ég ríf umbúðunar af 8:30. Er það ekki, Magga? Þetta að fara að gerast, Magga. Ha? Nei. Þú ert bókað að ringja vittlust, sko. Ég ekki að ringja vittlust, Magga. Ég er með leið mér að byrja hérna aftur. Við erum greinilega, þetta eitthvað ruglina. Ég á kort í spa, Magga, og ég fastagestur þar, fyrir 2 ára á dag. Ég er 1,95 og ég er svartur. Og ég heiti Tristan. What? Leið mér að sækja það, Magga. Taktu séns, kott í ævintýraferð. Kottu með mér í rússípana, Magga. Nei. Ég verð samt að fara að vinna núna, þannig að ég vona þú finnir hinna réttu. Magga mín, ég á 15 milljón krónar BMW og ég get verið fyrir utan hér eftir 3,5 mínútu. Nei, það er óþarfið. Ha? Þetta Tristan, Magga. Þetta Tristan. Tristan. Nei, ég veit ekkert. Ég ríf umbúðunar 8:30 leitið að Billy Boy. Vonandi verður þar. Greið Magga maður, við verðum að hringja hana. Þetta er ekki hægt. Ha? Þú veist það? Ég hef gert margt í útvarpinu og í sjónvarpi. Þetta var með því óþægilegra sem ég hef gert. Ég er að svitna allur á bakinu og ég er að svitna allur. Vá, hvað þetta er óþægilegt. Rífur. Ég veit ertu mikill fáiði að senda mig í þetta. Ég veit ertu mikill fáiði að láta mig gera þetta. Herru, við höfum að taka pásu bara. Fáum lag. Shake. Og gullkynna Hlustendavelunin 2015 í beinni útsendingu og opinni dagskrá á Stöð 2 frá Gamla bíói í kvöld. Dúndur tónlistapartí með flottum flytjendum, tilnefndu tónlistafólki, vinningshöfum og góðum gestum. Framkoma Jón Jónsson, CCA og Bubbi og Dimma. Ólafur Arnalds, Amabadama og Úlfur. Helgi Björns og Gus. Kynnarkvöldsins eru Sveppi og Saga Garðars. Sjáumst á Hlustendavelununum 2015 á Stöð 2 kl. 19:45 í kvöld. Uppbytun frá 18:45 á Bravo, FM 957, Bylgjan, Exið 977 og tónlist.is. Með þolinmæðina að vopni getur maður orðið bestur í heimi. Egils gull, okkar bjór, léttöl. Er prentkostnaðurinn í ruglinu? Við getum lækkaðan alltaf 30%. Advania og þú ert velkomin. Rifin okkar þykja meðal þeirra allra bestu. Dirty Burger and Ribs, Miklubraut, beint á móti Kringlunni. Nóa Lakrís, Bóli og Doritos kynna Gabriel Iglesias í Hörpu 27. maí. Einn vinsalasti grínisti heims á Íslandi. Miðasala hefst á 50. Hell yeah, that's what I'm saying. If you need to pee, you stall number 1. If you need to take your nasty talk. Sena. Lunga mjúkur Nóa Lakrís. Hjúpaður Sirius rjómasúkkulaði sem hreinlega bráðnar upp í þér. Nóa Lakrís. Rétta bragðið. Samfem kynir Jupiter Ascending. Frá þeim sömu og færðu okkur Matrix 3-leikinn. Fyrsta stórmyndin árið 2015. Here we go. Frábær ævintýramynd með Channing Tatum og Mila Kunis í aðalhlutverkum.
Jupiter Ascending, komin í bíó. Það risapottur upp á 210 milljónir fyrir 13 rétta helgina. Ef þú veist ekki hvernig þessi leikir fara, hver veit það þá? 1x2 við tippum. Thule og Dominos kynna. Þeir eru komnir aftur með glænýtt uppistand. Lengi lifi Mið Ísland. Miðasala á miði.is. Risamarkaður í Elko Lindum. Tölvuleikir, tónlist, kvikmyndir, leikföng og sjónvarserjur. Kíktu við í Elko Lindir og gerðu frábær kaup. Elko, einfallega lægra verð. Í dag föstudagur og bátur dagsins á Subway skinkubátur á 549 krónur. Subway, ferskleiki okkar bragð. Janúar að baki og landið svo sannarlega farið að rísa rétt eins og uppæðin í lottopottunni sem stefni nú í 32 léttar og hressandi milljónir. Lottó, leikurinn okkar. Reykjavík Cocktailvíkend í kvöld. Havana Club Stormparty á Austur. Nánar á bar.is. Alltaf á föstudögum. 2 harðir og 1 lunga mjúkur. FM 95 Blö. Hald ég þeirra að hlusta á FM 95 Blö, kæru vinir, og við erum hér í beinni útsendingu frá Advanja og búinir að vera og munum klára daginn að sjálfsög og það búið að þéttu þáttur í okkur strákar. Það hár rétt. Fólk getur komið. Afsakið að grípið fram fyrir eitt Nei, alls ekki. Vesla sér 12, heilsa upp okkur félagana og grípið eitt skít kaldan á borðinu. Já, það búið að vera stöðu gestagangur hérna og það fólk hérna í kringum okkur og það mikil stemning. Já, heyrum hérna, þvílík stemning maður. Nákvæmlega. Herru, ég hérna, í þessi fáskipti sem ég fæ að stjórna FM 95 Blöð, að vera í raun nauti, það alltaf gott að vera auti, sko. Akkurat. Kongur, þá hérna. Nema það að þú 30 kíló þingri með hár. Já, ok, ég myndi kjósa samt hárið frekar. Já, kostur Ég viðurkenna. Góða punktur á Richard. En hérna, svo skópust þið hérna á haustum. það fættist liður hjá mér og Agli því ég stjórnaði þessi fyrstskipti. Sem að veisla. Sem að veisla og það heitir, ekki komin tími til að tengja. Pétur Jóhann fann þetta nafn fyrir okkur. Já. Það með við hringjum í ykkur 2 einstaklinga og sláum í rauninni línunum saman. Þið veit að ég búin að vera að tengja fólk í svona 10 ár. Já, en þá hefur þurft að ná sambandi við annan fyrst eða ekki og hringja síðan. Hvernig það var að halda honum á línunni? Það í rauninni bara sælinu, herru, ég hérna komin í jægirinn hérna, herru, býta aðeins hérna, ég konan eitthvað hérna, býtu og svo tengi ég sko. En þetta nýtækni, núna hægt að hringja í 2 einstaklinga á sama tíma. Á nákvæmlega sama tíma og við þurfum í rauninni ekki að segja neitt. Hvernig ætlum við að velja þetta eill? Sko, nú þurfum að velja ykkur 2. Nú ég að fletta ykkur símaskóni. Ég mikið að hot celebrity í símaskóni minni núna. Þú þurftir að koma því að framfæra þetta. Ok, það eiginlega bara celebrities í símaskóni. Jésús. Ég með hugmynd. Tengjum Nilla. Nillvélina. Sælar. Og tengjum, hvernig að tengja við Nilla? Benna í hraðfrutum. Já, Benni Vals og Nilli verða tengdir og málið það sem ég finnst vera svo athyglisvert við það og skemmtilegt. Og þeir þekkjast þeir eitthvað? Já, þeir kannast eflaust við hvort annan, en það sem ég finnst svona skemmtilegast að vita er bara þegar kannski svona 2 þekktir einstaklingar detta allt í hennu í símtal. Hvað svo? Hvað talaði? Hvernig tæklar þetta verður alltaf vandræðilegt? Þetta verður vandræðilegt. Þetta verður vandræðilegt, það er alveg pottitt og þetta verður alltaf einhvern veginn smá furðulegt. Og þeir fattar, þú veist að þetta hefur verið einu sinni fattast hjá okkur, þá var það hérna sveppi. Það fattar þetta ekkert endilega. Þeir fattar þetta náttúrulega ekki að því að sko við erum ekki að hringja og böðum að býða. Við erum bara að tengja á strax. Þannig að ég var til að mynda bara að prófa að sláðu á þráðinn til þeirra beggja í einu fyrir okkur og eins og ég segi, það verður bara gaman. Eina sem ég stressað getur auðvitað að klikka og annar svarar ekki, þá eru þetta versta útvarp allir tíma. Já, það er líka bara allt í lagi. Við erum hérna í beinni frá Advanja og það er allt í lagi. Hlustandu fyrir ekki okkur það. Tjekkum á þessu. Halló? Níels hérna? Blessaður. Hvernig ertu þið? Ég segi rosalega gott. Gott að reyða. Hvað segir þið? Hver er þetta? Fyrir ekki það? Benedikt heiti ég. Já, sæll. Já, þú varst að ringja mig. Var ég að ringja þig? Veitu Benedikt hver? Valsson heiti ég. Já, ég er Níels til Búsi Rætt. Jú, ég veit alveg hver þú ert, sko. Röttin fer ekki frá mér einum, sko. Já, þú meina, já, hún hefur persónuleika. Já, ég skilði. En hvernig ert annars? Ég, ljómandi, en þú sjálfur? Bara rosa fít, sko. Ert þú ekkert upptekinn, eða? Ég? Já, núna?
Nei, ég kom heim bara. Var að klára þáttinn og bara flottur á því, sko. Er það ekki bara? Já, ég ætla að fara að leggja mig. Ertu að fara að leggja þig, Benni minn? Já, svaf illa í nótt og... Það er bara, voru að klára þáttinn núna. Já, það er alltaf þannig, sko. Já, sjálfsög, þið þarna upp á... Það var að klippa þetta og... Já, þú veist hvernig þetta er. Ég veit það, Benni minn. Þú ert með, sko, hef ég einhvern tímann sagt þér að þú ert með svona segðandi rödd í símanum. Já, það er vegna þess að klukkan er orðin, sko, 3 og ég er honum þreyttur. Þá er þetta að dýfka ég. Ég skil þig, en þú fyrirgefur þetta að ég hafi ekki þetta náð tengingunni fyrst. Ég bara heyrði ekki, sko, hvorki... Nei, ég meina, ég er ekkert fúllútið út af því, sko. Nei. En það er bara fínt fyrir mig. Ertu fúllútið út af ykkur öðru, eða? Nei, ég held ekki, sko. Ég held að við séum bara góðir, sko. Já, við erum bara góðir. Það er bara frábært. Við fyrir nú að fara þetta í kaffi, bráðum. Við þurfum að henda okkur í kaffi. Já, fá okkur lafti og ræða saman. Gerum það, við erum bara í mandi. Alltaf gott að heyri þér. Sömulegis, svolítið. Hvaða samtal? Þetta var fullkomi. Hvaða samtal? Dætti mig ekki til huga að spyrja, varst þú að hringja? Var ég að Nei, hringja? það er snildin við þetta. Það er alltaf, þeir báðir er alltaf að bíða eftir því að annað er að koma með pointið. Af hverju var Nilla að hringja og öfugt? Af hverju var Benna að hringja? Hvað er að fara að gera? Svo er þetta bara svo algjörlega þurrt, vandræðilegt samtal. Þetta er nákvæmlega sem við vildi fá. Nákvæmlega. Egil, þú ert nú góður í tungumáli. Nærðu hreimnum sem hann tók þegar hann sagði nafni sitt? Níels Nei, þetta er Benni Hrafnum. Þetta er bara Níels Þetta var æðislegt. Það gera meira þessu. Þetta er skemmtilegt. Við ekki væntum þess að meistara. Herru, þetta var tenging dagsins. Er ekki komið tími til að tengja? Er ekki komið tími til að, þið vita, við hefum náttúrulega sjálfsögð átt að spila lagið, annarkot fyrir eftir. Er ekki komið tími til að tengja. Ef þetta verður dagskólið, ef að Blondell tekur í þetta sem regluðan dagskólið. Ég skal gefa ykkur dagskólið. Hér með. Takk fyrir. Herðu, framundan, við ætlum að heyra í Sveppa í tengslum, hann er náttúrulega kynnar hlustandavölunum í kvöld. Við ætlum að heyra í Sveppa og Sögugarðas, jafnvel. Þau eru kynnar á hlustandavölunum og það er alltaf að vera klárt þar. Þau eru á stífum æfingum og þetta er náttúrulega verður í beinni útsendingu, bæði á, Bravo, eða ekki? Já, Stöð 2. Í opinni. Já, opin dagskrá, Vísi sannlega líka. Og svo ætlum við að ringi Blondell. Það er hvort myndur frekar, hann þarf að vera með okkur í því. Algjörlega, svo er hvort myndur frekar og við ætlum að fá blöð á línuna, það er veisla framöndan. Ekki missa 1 sekundu. Þið er að hlusta á FM 957 hér á FM. Og með ykkur í dag. Það har þú búin að mastera þessar opnanir. Ég er búin að mastera þetta, það er bara þannig. En erum við ekki að fara að ringja símtal eða hvernig er það? Við erum að spá, nú veit ég ekki alveg hvort að við erum alltaf að senda beint út frá Advania og persónulega veit ég ekki hvort við séum í loftinu. Heyrist í mér eða? Já, við erum ekkert í okkur og það er spurning hvort við munum heyra í Sveppa. Já, hann er komið inn. Hann er þetta komið inn. Það er allt í rugli hérna maður. Við erum þetta bara með eitt lítinn sendi. Við erum í beinni í ykkur búð. Heyrist í mér eða? Já, við erum geimdir hérna inn í búð við hliðin á einhverjum fartölum og það er stemning í því. En það er aftur á móti hlustendavelun. Hlustendavelun er í kvöld og það er náttúrulega virkilega stór athöfn. Þetta er bæði í beinni, í sjónvarpinu, þetta er á Vísi, það verður sennilega tíst þetta allan tíman og mér langar til þess að heyra í kynnum kvöldsins. Já, mér bara hljóma mjög vel. Í Sveppa Krull og Sögugarðas, aðtöða bara hvort að sé allt í standi. Sveppi verður að stjórna þessu. Já, hvort að sé eitthvað rugg. Yngvi, hringdu right now. Bara svona hvernig menn eru stemdi. Stóra þessi.
Sverrir Krull, hvernig ertu? Hann súka finna. Herðu, við erum hérna, hinum einn erum við Rikki G og Egill Gils Einarsson. Við erum í beinni hérna frá Advanja og við ætlum rétt svo að hlera þig hvernig stemningi væri fyrir kvöldinu. Hún alveg svaðaleg, sko. Það ekki? Já. Og hvað að gerast? Nú ert í Háskóla Bíó, það sennilega að vera að æfa einhver reynsli og æfa eitthvað fjörarna. Hvernig andinn? Sko, í fyrsta lagi erum við ekki í Háskóla Bíó. Nei, hvað þetta sent? Erum við í Gamla Bíó. Gamli alveg spot on. Stoney Skate. Stoney Skate. Þetta verður á næsta bara mín vegna, en hvernig stemning? Það verið að búa til bindið nút hérna fyrir mig. Já. Ég kann það ekki, af því að ég náttúrulega ekki brauðoltinu fyrir ekki neitt. Nei, nákvæmlega. Og nú maður bara að henda sér í gallan, sko. Já, á fólk vonaði að fá smá breiðholtssveppa. Krösti að fara að mæta? Búið að setja tíkall? Ég veit að hann var ekki búið að setja. Hann er ekki búið að setja tíkall, sko. Þannig að hérna, maður, þetta náttúrulega fjölskyldusjó, sko. En eina sem ég að velta fyrir mig, Mushroom, sko, þú ert að stjórna þessu batteri í kvöld og það mikið að liðarni salum og þú kannt vel við sumt lið og sumt þessu lið þólur ekki. Það ekki verið ákvæmlega þannig að? Jó. Hver fær að heyra það í kvöld frá Detective Mushroom? Ég, sko, eiginlega veit það, sko, þetta alltaf því að það svo skemmtilegt að vera beinni útsendingu og maður byrjar á því að undirbúa sig þannig að þetta sé svona fjölskyldusjó og svo hugsa maður þegar maður komin í beinu útsendinguna hvað mér langar að segja þetta þetta svo ógæðslega fyndið þannig að leiðu það búið að kveikja á kamerunni og maður komin í beinu útsendingu þá fer allt í gang, sko, maður veit eiginlega ekkert svona fyrirfram, sko. Ég segi go for it, Mushroom. Láttu það menn heyra það. Já, en sko, svo maður að reyna að skemmta fólkinu heima, sjá til, sko. Sveppi? Já. Rikki hérna? Nei, Sjolli. Nei, hvað segirðu? Rikki G og F957? Herru, mér langar að spyrja þennu, er eitthvað tilnefndur í kvöld sem þú þolir ekki? Sko, það er nú aldrei neitt sem ég þól ekki, sko. Það að leitast eftir því ég segi bara djöfull Daniel Ágúst í Guðskus ókæslega leiðum Nei, ég skal umorða þessa spurningu. Er ekki einhver þetta sem svona, þið hlakka til að hanga eins með baksvið? Svona færið kannski hálfan og það er einhver þarna sem er að fara að mæta svo þið sérstaklega hlakka til að hitta hann. Er það ekki einhver þarna? Þú veist, það er Bubbi er þarna, það er Já, ef það er einhver, sko, þá er það Bubbi sem ég myndi ekki en að hanga með samt Hann er svo leiðileg. Hann er leiðileg. Það er þarna náði. Ef það er einhver maður, þá er það helvíti að Bubbi Mortens. Hann talar stanslaust eitthvað kjaftaði sem enginn að hlusta á og að segja mann einhverja sögur endurlega sem hann er drullusamum. Sveppin að pakka Bubba saman. Þá er það Holy B, sko. Ég sá hann þarna á hann. Já. Það er svona pínu man crush hjá mér ganga tónum, sko. Alveg sammála. Ég var eins og í sama flugi og Holy B. Já. Ég og Bent vorum að fara til Þýskalands að heimsækja Dóra DNA. Hann var í námi og Helgi Björns var á leiðinni út líka. Og það sem við gerðum, við þekktum hann ekki neitt. Og það sem við gerðum var að við pöntuðum á hann gin og tónik og grænan Pringles. Og svo kemur hann til okkar og þetta er minn drikkur og takk fyrir þetta strákar mínir og þetta við brutum ísinn. Við erum góður í dag, við pöntum á hann drikk, ég hef aldrei pantað á hann eitt drikk, djúðlar aðeins maður. En það sem brennur á þjóðinni, Sveppi, í hver ætlar að vera í kvöld? Heyrðu, við rættum þetta við Saga og ég hef náttúrulega helst vilja vera Allsber. Já. Vaksin er svo bauja, sko. Heyrðu, ég fekk með jakka. Já. Rosalega flottur, það þurfti að stytta ermarnar á honum. Já. Eðlilega, eins og allt sem ég fyrir kaupið mér. Já, við erum örgulega svolítið eins í vexti með þetta. Við erum svona nett axlabreiðir en með litlar hendur ykkur meginn, þetta er svona svolítið vesen, sko. Já, þetta er svona Bilbo Baggins fílingur. Já. Og það þurfti að taka ermarnar af jakkanum, af því að það er svo flott neðst, það var ekki hægt að stytta nema að taka ermarnar af honum og stytta hann og ég var að fá hann í hús. Og ertu þá í einhverjum jakkafatta hlýraból eða hvernig er þetta? Hvað er þetta orðið? Jakkafatta hlýraból. Ég stendur þetta fyrir fram á speil en ég sagði við Sögu Garðar sem er með mér í kvöld ég nenni ekki einhverju dressdrasli, sko. Ég ætla bara að vera í gallabuxum og skyrtu. Já, ána með, þú ætlar ekki að vera með sama hatt og í fyrra?
Nei, hann var rosa fýtt samt, pípuhatturinn stóri. Hann var rosa fýtt og rosa gaman eitthvað svona. Núna bara, sko, það ekki umbúðirna sem skipta máli, strákar. Nei, ég veit það. Það skipta ekki máli hvernig þú ert klæddur, sko. Það innihaldið. Sveppi. Það sveppikrull. Það hjarta í sveppakrull. Sveppi, þú ert þekktur fyrir að láta allt flakka þegar þú ert með uppistund og veislustjóri og svona. Ætlar að láta allt flakka í kvöld í beinni á Stöð 2? Ætlar hann að láta allt flakka. Já, ég hef nú gaman af því, sko. Og ég alltaf með þetta bak við eyrað. Við erum náttúrulega búin að skrifa eitthvað svona handrit og svo fer maður náttúrulega út úr því, sko, í eitthvað bull og vitleysu og þá getur náttúrulega allt gerst og það það sem svo skemmtilegt við beinu útlýtingum. Gætur þú gert mér eitt greiða, Mushroom? Ég verð að hlusta á þig í kvöld og horfa á þig og ég er huge fan. Nennur að segja einhvern tíman að Öddi Blöð er sköllóttur. Komdu þig einhvern veginn, laumaði einhvern veginn, bara smekklega einhvern veginn, bara ég vil hlusta og horfa í kvöld og þú segir einhvern tíman að Blöð sé sköllóttur. Hey, Græja! Challenge accepted. Ég gleyma því að svo náttúrulega Öddi Blöð sköllóttur. Það í annan þetta. Sveppi Krulli byrjar að hendi free comedy, það mjög gott. Ég hlakka mikið til að sjá hvernig þú laumar þessu. Klukkan hvað byrjar veislan í kvöld? Kortir í 8 í beinni útsendingu á Stöð 2. Kortir í 8, hlakka til að sjá það, við byrjum að heilsa Holy Bee baksins. Ég skil það. Takk fyrir þetta, Sveppi. Sumleiðis, drengi. Love you, Mushroom. Djúvillig gott að heyri Sveppa Krull, maður. Það svona, það eitthvað meistari. Já, það alveg ilja, maður. Hann komið með challenge, hann þarf að koma þessu að. Heldur hann gera það samt? Just að ég gæti actually trúanlega að gera það. Við erum að tala Sveppa Krull, beint úr Breiðholti, straight out of Breiðholt. Ég meina, hann verður að koma þessu að. Krusty Þetta var að challenge. Já. Nefna sér auðmikið. Algjörlega, við horfum og vonum það besta í rauninni. Framöndan í FM 95 Blöð árum við klárum þá ætlum við að heyra í Audda sem einhvers staðar á leiðin til Ólafsvíkur og vonum að ferðin gangi vel en hann ætlar að vera með okkur í hvort myndur frekar. Febrúarbomba í Líkam og lífstíl. 25% afsláttur af Cymex fæðubótavörum dagana 2. til 7. febrúar. Þú vilt ekki missa þessu. Líkam og lífstíl. Sporthúsinu Kópavogi, líkamoghlífstíll.is. Við kynnum til sögunar The Governor. American Style. American Style. Eitt númer fyrir öll númer. 18, 18, já. 18, 18. 18, 18, já er svarið. Nóa Lakrís, Bóli og Doritos kynna Gabriel Iglesias í Hörpu 27. maí. Einn vinsalasti grínisti heims á Íslandi. Miðasala hefst á 50. Hell yeah, that's what I'm saying. If you need to pee, you stall number 1. If you need to take your nasty talk. Sena. Doritos. Fyrir á djörfu. Reykjavík koktelvíkend í kvöld. Allir matargestir á Kól fá Control koktel eftir matinn. Nánar á bar.is. Bless Herjólfur minn. Fyrir 320 kall og með smá heppni getur þú hafið framkvæmdir við þín eigin göng til Eyja. Báturinn í Eurojackpot stefnir í 5 milljarða. Eurojackpot, förstu dagur til fjár. Ertu farin að huga að kvöldmatnum? Dirty Burger and Ribs. Miklubraut, beint á móti Kringlunni. Þú ert að hlusta á FM 95 Blöð, á FM 957. Það held ég FM 95 Blöð í fullum gangi og það er svona að fara að síga seinni hlutan hjá okkur. Við erum búin að vera í beinni útsendingu frá Advania í allan dag. Auddi Blöð ekki á svæðinu í dag en hann var nú svona aðeins með okkur í sturluðum staðrendum og við ætlum að heyra aðeins í kappanum hvernig gengur hjá honum á leiðin til Ólafsvíkur. Ekki spurning og sko strákar, ég ætla bara að þakka ykkur strax fyrir þáttinn. Þetta er búið að vera algjör veisla og þetta er búið að vera svona skemmtilega öðruvísi að vera hérna inn í miðri búð með áhörundur. Það er svolítið öðruvísi. Við erum alltaf live en þetta er svona einhvern veginn. En nú skil ég svona hvernig er að vera svona sýningadýr. Já, svolítið. Þetta er svolítið. Þetta er dálítið eins og að vera í dýragarði. Heyrum í Audda snöggast, við skulum hringja í hann og förum í hvort myndur frekar. Já. Já, eða ekki. Hann keyrir vanlega maður. Er hann ekki Audi? Síminn hringir. Auðun Blöndal. Auðun Cash Blöndal, hvernig ertu? Komdu blessaður og sæll. Rikki G hérna gestastjórnandi í dag. Rikki minni bara, þetta
Hvernig finnst þér að vera gestur í þínum eigin þætti? Þetta er óþægilegt. Þú ert einhvern veginn ekki með takkana fyrir fram að þú getur engu stjórna. Já, ég get ekki kallað mig gest. Nei, það er þetta alveg rétt. En þú getur engu stjórna. Við ráðum ferðinni núna. Hvernig hefur ferðalagi gengið? Herru, ég get ekki sagt þessu sögu. Nú, komdu með söguna. Nei, bara ég skipti sem sagt að það var búið að vara við að það var eitthvað storm á leiðinni. Þannig að ég skipti við félagið minn bíl og fekk einhvern jeppa. Og svo hoppaði inn í hirðuna og bílinn var rafmagnslaus utan hirðuna. Hvað er að gerast? Hvað varstu lengi inn í hirðunni? Bara enga stund sko. Og hann er alveg tækur núna. Ég get ekki verið með útvarpið á það neitt. Þú ert ekkert búin að hlusta okkur. Hentur þér í slottsarna í hirðunni? Það eru fínir kassarna, Bugsy og fleira. Nei, ég sleppti Bugsy á þessu sinni. Ég fekk mér bara Pepsi Max og var að segja mér eitthvað aðeins að geta. Já, vel gert. Það voru aldrei fagmenn fyrir utan hirðuna sem björguðu mér. Einhverjum 5 gaurar að stekja vimsinn og einn að keyra og þeir bara eftir með starkafá. Ég sagði já og svo bara settu við bílinn í gang og ég rölti hann út með starkafán og ég hugsaði með mér á ég að taka eitthvað leikrið sem ég þykist vita hvað ég er að gera eða á ég bara að opna mig eða. Mér líður alltaf eins og sýnishotn. Mér líður eins og sýnishotni að kallmanni þegar kemur að einhverju þarf að skipta dekk. Ég ákvað ok, ég er að smá háferð. Það verður ekkert leikrið þetta í gangi. Ég þykist ekkert vita hvað ég er að gera. Ég fór bara svona ábært að grenja þess að nenni þig. Já. Það er konan sem skiptur batteri í reikskinnunum á mínu heimili. Já. Það er bara svona, ég get ekki hengt upp mynd. Hún er skökk. Þú setur Fjölnir Þorgeir sér nákvæmlega sömu aðstöðu. Hann er yfir sér ofan. Já, og lappa bara, hann er bara að lappa þetta. Það er bara svoleiðis. En hvað ert að þvælast? Sko, þú ert að fara til Ólafsvíkur, það ekki? Ertu ekki að fara að vitlaus á leið í fyrsta lagi? Nei, ég er á Grundarfirði núna, fínasti fjörður. Hverjum ert að fara að skemmta? Hvaða rugl er þetta? Þetta er eitthvað fjölbrautaskólar hana. Já, það er alltaf að gerast þetta. Þú ætlar að vera með okkur í hvort myndir frekar? Já, ég er bara að heilsa á svo leiðin. Ég þarf að taka Egil og Steinda sikkur í lagi, 2 spurningar og einir á okkur báða. Eru þið tilbúin að það? Ok, á hverju viltu byrja? Ég ætla að byrja spurningur þegar þið svarið báðir. Ok, nú ætla ég að taka þarna sem að þið hefur stríkt mér mest á í gegnum tíðina og spyrja hvort þið myndir vilja frekar. Ok. Hvort myndir frekar, hvast þetta maður. Það er rók inn í bílnum hjá þið sko. Já, það er bara, ég er að segja það er stormur hérna sko. Hvort myndir þið frekar vilja búa sköllóttir í Reykjavík, það sem eftir er, eða með þykkt hár á Sauðárkróki, það sem eftir er. Góð spurning. Þetta er enda góð spurning, sko. Það Þetta er líklega eitthvað erfið spurning sem fengið á æfið, held ég. Já, ég veit. Sko, þú varst náttúrulega heppinn, þú slafst frá króknum. Þú ferði, þeir sem sleppa. Nei, hættu þessu, það er ekki það að búa króknum. Ég er bara að segja það því að þið er alltaf ekki að grína á honum. Já, en það sko, það er satt hrikalegt að vera fastur einhvers staðar. Þú sko, það er hrikalegt. Nei, gott alveg fjölskylda og hvað er það að segja? Mamma mér og pappa hefur þetta tæpa. Nei, sko, málið er sko að vera úlingur á króknum er fínt, að vera barn á króknum er fínt, að vera detti ferstugt að vera á króknum, það er sérstakt. Nema og sért sko, nema og sért búin að dæla út 3-4 greislingum og þeir skýtsa allt eitthvað neginn. Já, það eru bara hvernig með börn núna. Já. Sko, þið er ekki fengur bara að vera flaskaðið upp á B5 haustudrenginni. En sko, ég veit það, blöð, maður getur ekki fara í keilu hana, þú getur ekki fara á safra, þú getur ekki fara á sera. Keilu? Hvað heldur þú? Hvernig fannst þú þetta keilu, Egil? Ætlar ég alveg að fara að bölva því að geta ekki láða ykkur helvitis glennu eða fellu á króknum? Ok, segjum ég langa að fara í bíó, í VIP-sectiona sem er free popcorn and free shit. Hvað gerir ég það á króknum? Hvað gerir í bænum þú að fyrir rafting? Aldrei pælt í því. Það getur keirt náttúrulega sann sko. Hvað, getur maður að fara í raftingan á króknum? En það er satt ekkert að gera. Þú getur farið í bakari kannski og svona, en ekkert að farið kannski upp á heilsugæslu. Það er hægt að fara í bakari, það er hellingur að vera þarna. Hvort takki? Sko, ég er með stóra fæðingablætt á hausnum. Það vita það ekki allir. Það er í vesen. Ég þyrfti að láta fjarlæga hann eða ekki. Hvað ertu með svona valbrá? Nei, bara svona venjulega fæðing. Lítalagnis bara. Já, svo veit ég ekki alveg hvort ég sé með höfukúpun alltaf að bera þetta. Sko, ég bara þarf til miður að velja Sauðárkrók og hár. Þú myndir að vera hár og búið Sauðárkrók, ég heldur að vera sköllóttur og búið í bænum. Og getur aldrei ná fellu eða neitt aftur? Ég er bara því miður. Alltaf keilustunum það einar. Af tvennu yllu, þá neyðis ég til að velja þetta. Af tvennu yllu? Ég er búið í bæðu. Það er alveg.
Sko. Ég vann að hára sig ekki og skölla fyrir Reykjavík. Þú hefur gengið í gegnum hörmungar, ég veit að ég ætla að segja ég myndi vilja vera nauða sköllóttur í Reykjavík, ég verð að segja það. Þannig að þetta ekki það sama. Nei, ég svona, ég verð að fylgja því, maður verð að vera frjáls. Það er ekki eins í þessu. Er ég ekki verið klár rétt fyrir leið hérna? Keirir maður ekki gegnum Grundarfjörð til að, og svo bara áfram, eða ekki? Ég hefði haldið þú þyrftir að taka Rauðavatnið og hinn áttina, ég veit ekki hugmyndið það, sko. Rauðavatnið. Ég ætla ekki bara að hlusta þau þegar það kemur að... Ekki spyrja Egil, þegar hann ætlaði að fara til Eyja þá var hann komið langleiðan til Víkur í Mýrdal eða alltaf að fara í Landeyjahöfn. Ég þarf alltaf eitthvað mann með mér sem ratar, sko. Það er alltaf... Það er trikkið, sko. En það er náttúrulega bara enga líkur að þau náir hvort þið er, sko. Það er náttúrulega stormur úti og þú ert að keyra á af þessum bíl sem er nýbúið að starta upp. Þetta er bara að þú ert í tómu rugli. Hver er næsta spurning? Það segir að næsta, ég þarf að hafa bílinn í gangin en að kikki þér. Ég er veislustjóri, hann verður í gangi bara í 3 tíma. Það er ekki gott fyrir budduna, sko. Það er ekki verið að gefa bensín í þetta, sko. Það var ekki gott fyrir ósónlega heldur. Já, svona hérna tvær. Ok, gott með þetta. Já, fyrri spurningin, ég hendi henni á, ég hendi henni á Gilsaran. Ok. Af því að, ég þekki slistiðina og toppmannastjón, Hildur. Konan Skulla sem er í markinu á Breiðablik og landsliðsmarkvörður. Hvort myndir fara með henni í bað eða mömmuðinni? Jesus. Það er aður. Henni í bað? Já. Í bað? Í bað. Í bara svona pínulítið astnald bað sem ég kemst alla í einn. Já, bara svona bað eins og er á flestum heimilum. Bara venjulegt baðkar? Til fóta. Til fóta eða ekki? Get ég ekki samið við kolbað? Nei, svona hot bað eins og er á öllum heimilum. Jesus. Ég kemst alla, volega, ég er að bodybuilder, sko. Það er mjög örður fyrir að koma til menn Þið myndir liggja til fóta, sennilega. Hildi eða mömmu. Já. Þetta lítur að vera gefins. Þú vilt ekki með mömmu, þú færir ekki með mömmuðin í bað. Þetta er samt ofnir sýstiðin í bað, Steindi. Það er aðeins skarra, eða ekki? Já, þetta er samt... Ég var ekki viss, ég er búin að hugsa þetta sjálfur. Ég hef ekki haft mikið að gera þetta, ekkert útdátt, ég er ekki sem er ljós á bílunum. Ég er ekki viss þetta. Þetta er bara mjög erfið spurning, já, grín, sko. Þetta er hrikalegt, sko. Hefur þið hent pappanum inn líka, þá hefði það eiginlega verið svolítið gefins, sko. Já, maður er alltaf farið bara með pappa, sko. En þetta er sýstiðin eða mamma, hvort tekur þau meðri bað? Ég vel Hildi, frekar. Þú fer með sýstiðinu frekar í bað? Já, þetta er en erfið. Ég skil samt eða, hún er heit og svona. Rikki, ertu með allt niðruð? En þetta er alltaf, þetta er svolítið... Möndur ekki fara með Dæju? Þetta er svolítið frekar. Ég er tvær sýstu, Dæju og Maja. Já, hvort er hún þurft að velja aðra hvort sýstinu? Hver er hún að velja? Það er bannað að snúsu við. Ég er bara að spyrja. Það er búin að segja. Ég er forvitin. Ég er alveg pottendur við, maður myndi frekar með sýstu sinni í baða með mér. Ég er alls ekki pottendur á þessu. Ég er bara panikað. Ég veit ekki hvað það er. Vá, ég er á kvíðin fyrir mig. Það er bara með mömmu, sko. Færu mömmuðinu bara? Já, þetta er mamma. Ég veit að ég fengir hann sem myndir fá hann stífan og þetta er frekar mikilvægt. Já, bara segir, nákvæmlega alltaf íðilega allt sem við gerum þetta. Ángríns, hvað er aðeins? Nei, bara út af nuttinu. Þetta er ekki svona fundið, þetta er bara ókvæmlega. Nei, við erum aðalega að tala bara því að það er bara þröngt að þingja þarna, það er ekkert eitthvað þannig, það er bara óþægilegt að... Fínt, þú núna sagt með ekki neitt. Gæti allt gæst bara. Hver er spurningin á Steinda? Spurningin á Steinda er, nú ert þú dóttir sem heitir Ronja, ráðningadóttir. Já. Hvort myndur velja að þú þurftir að hætta að reykja núna eða hún byrja að reykja 14 og reykja það sem eftir þess? Sko, þetta er mjög góð spurning. Ertu að tala um að fara bara alla leið með þetta? Hún er bara komin bak við skalla eins og þú vilt meina að ég sé alltaf að gera þetta einhvers staðar í Árbænum og... Já, hún bara byrja 14 ára og bara strompar eins og pabbi sinna sem eftir ræði sinna. Strompar eins og pabbi sinna? Hvað er þetta eiginlega? Þetta, nú ertu komin... Þú vorum að skemmta Selfoss í geim og stoppa bílinn fyrir þess að leina sem þetta fengir að reykja. Nei, látt ekki svona, ég var bara að skoða, það var fallið náttúra þarna. Þú verður að hugsa þetta vel. Nei, ég þarf ekkert að hugsa þetta neitt vel, ég myndi hætta að reykja. Það er bara leiksins? Já. En af hverju gerir það ekki svo dóttiðin sem ekki að sjá þig gera þetta? Hvað, ekki vera að óta af dóttið minni sígarettum, hvað er að þér? Þú ert að higgja svo saman. Það gerir ekki fyrir því, Stóni, þá getur aldrei farið út í eina síkó. Ég er búin að minka þetta alveg svakalega. Ég er bara komin alveg rosalega. Já, ég er bara nánast eiginlega hættur.
Það er svolítið. Þú ert búin að fara hérna 5 sinnum út í síkó meðan þátturinn byrjaði. Það er ekki rétt. Það er ekki. Mestalagi 3 svar. Ég er jafnvel að spáði að fara aftur í Ramax. Jú, mjög ferskur. Já, búið að vera hérna gaman hjá okkur í dag. Þetta útsendingu frá Danja. Já, við erum komin hérna, það er búið að vera mikið gesti, mikið áhorundur hérna á okkur. Það við erum búin að vera að gefa hérna drikki og miða á hlustendavelun. Það er búið að vera... Við gáum frían bjór. Stanslaustuð. Það er búið mjög létt yfir, það er mikið að tölvum hérna og alls konar shit, þetta er mjög skemmtilegt. Algjörlega. Við verðum svo ferskir næsta föstudag. Það er bara þannig. Algjörlega, þá kemur Auðun tilbaka vonandi ef hann lifir þessa ferð af. En auðvitað, við ætlum bara að þakka kærlega fyrir spjallið og hún er núna hvað? Já, hún er bara orðin 6. Við erum að klára. Það er bara svoleiðis. Já, segjum það. Takk sömuleiðis. Strákar, tíminn líður hratt, strákar. Þegar það er gaman. Það er komið að lókum hjá okkur í dag. Hvernig er helgin, strákar? Hvernig er helgin? Hlustendavelunin í kvöld. Já, við það er hlustendavelunin í kvöld. Það er mjög góð spurning. Ég veit það ekki. En ég er meira áhugjör af er sko helgin á þér, Stóni. Þegar þú ert að fara á Ísafjörð á morgun að skemmta og það er ekki eitt erfiðasta aðflug heims. Það er erfiðasta aðflug heims á Ísafjörði. Nennur að hætta að tróða þessu hérna inn. Þetta er óþægilegt. Og þú ert að fara að fljúga á morgun. Ég er flugrættur fyrir. Basically sko líkurnar á því að vélinn fari í fjallið er okkur stáð bílunu 40-50%. Hættu þessu. Þetta er búið að vera veisla í dag. Við hendum okkur í, við tókum kaffitás Tristan, hann kom aftur. Virkilega gaman, ég segi það nú ekki, en þetta var óþægilegasta sem ég hef gert, en þetta kom ágætlega út. Tókum tengingu. Við tókum tengingu, Benni Valls og Nilli, það var æðisleg tenging. Við heyrðum í Sveppa, Krull og ég veit ekki hvað og hvað við brölluðum. Þetta var bara eindislegt dagur, við komum ferskir í næsta fös og ekki beinni frá neinum stað, en... Já, við ætlum að henda okkur bara aftur í stúdíu. Og Blóandel komin aftur og Rikki verður þá bara vantilega borandi raskat á sér ekstra. Algjörlega, sjáumst að viku. Takk fyrir okkur. Við liðinni og endilega fylgist með hlustendavelum í kvöld. Takk fyrir okkur. Ertu komin fram yfir eindaga? Í Íslandsbanka appinu getur þú hakað við alla reikninga þannig að þér greiðist á eindaga. Við bjóðum góða þjónustu. Íslandsbanki. LGG3 kynir. I see a young man with potential. I'm offering you the opportunity to become a Kingsman. Like a spy. Of sorts. Valentine is a threat which affects us all. It's the birth of a new age. Assemble the Kingsmen. Frá leikstjóra Kick-Ass og X-Men First Class kemur ein svalasta og ferskasta mynd seinni ára. Gonna stand around all day, or are we gonna fight? Kingsman, The Secret Service. Frumsýnd 13. febrúar. Lakrís, rétta bragðið. 2 harðir og 1 mjúkur. FM 95 Blöð. Alla föstudaga. Advanja og Gull Kynna. Hlustendavelunin 2015 í beinni útsendingu og opinni dagskrá á Stöð 2 frá Gamla bíói í kvöld. Dundur tónlistapartí með flottum flytjendum, tilnefndu tónlistarfólki, vinningshöfum og góðum gestum. Eru Sveppi og Saga Garðars. Sjáumst á hlustendavelununum 2015 á Stöð 2 klukkan 19:45 í kvöld. Uppbytun frá 18:45.